Föstudagurinn 24. október sem þýðir að það eru nákvæmlega 2 mánuði til jóla og FM 95 blöður hafið göngu sína á þessum kalda föstudegi. Auður Blöndal ég sitt í mínu sæti og beintum móti mér sitja þeir Steindi Junior og Egill Einarsson bara drengi. Hvernig eru þið? Herru, ég bara Menn eru að jafna sig. Hvað vilt að ég segi? Já, við erum feskir. Við erum mun betri en á miðvikudaginn allavega. Já. Ég sko, þetta var sennilega einn erfiðasti miðvikudagur sem ég átt bara síðan að foreldrar mínir ákvað að skilja. Já, var það gerst á þriðjudegi og vaknar á miðvikudegi? Nei, bara vikundan eftir það átti ég örugglega leiðilega miðvikudag því að það var bara erfiðu tími. Þessi miðvikudag núna síðasti, hann var mjög erfiður. Ég get lofað því að skilaðu foreldrar þinna átti bara ekki breyki í miðvikudaginn. Þetta var Við tókum upp jóladagatal Blökkarsins á þriðjudaginn og við erum búin að koma inn á það í þessu þætti hvað það gengur út af. Það átti að vera 24 bjórar tekið upp, við vorum frá 1 til hálf 10 kvöldið ekki. Já, það var 3,5 tíma senkun. Við ætlum að mönnið var rættum, við erum búin 6. Já. Það eru 21:30, það er bara rétt til 10. Þá kláraðist þetta. Og bara við byggjum þá gesti sem komum þarna svona seinnipartinn bara afsökunar, bara strax. Já. Því að þetta hvað var að gerast þannig? Já, konsepti var hvað verður hægt að sína þessu? Voða lítið bara ekki sínum við þetta allt en ég meina konsepti við vorum feskir alveg til 10:11 Kokki Steindi, manstu hvað varst kokki fyrir við kóring? Þú sagði bara hvað ertu, aumingi 24 bjóra, við tökum það bara í bæ og tökum boltan. Ég sagði nei Steindi, við tökum ekki 24 þar. Það sem ég ekki hægt að myndi gerast þarna er að ég held bara að myndum geta drukkið 24 bjóra og þetta væri ég vann maður þetta svakalega. Það var að segja það bara hreint út. Heldur betur og meiri segja við vorum byrjað að setja alltaf minni í glösin. Alltaf þegar þú náður í þá bara fylltur glösin alveg. Ég vissi bara að við værim í hættu þarna En málið það ekki Ég er að finna mér svona þriðja þætti. Já, svona þriðji des. Ég segi það, bara 3 bjórar þá finnur á þér og þá eru eftir 21 Ég mætti slappur í tökur. Já, þú varst eitthvað hálfslappur sem var svona smá skellur og ég kenni því Nei, þetta er bara þú kennir bara drikkjunum hvernig fór. En ég ætla bara að segja eitthvað drengir að ég ég á nú nokkuð, ég ætla bara að vera hreinskilinn, ég á nokkur blackout á mínu ferli. Síðast öruglega bara í fertugsamlega köðs. Já, það var síðast held ég. Það var líka landaatriði. Og þarna, þú veist, þá er ég að tala drengir að þú veist, að þá bara manstu, þú veist, eins og þegar ég vaknaði daginn eftir þá mundi ég ekki hvernig ég fór heim hvernig, þú veist, ég man bara eftir að þú veist, við vorum í tökunum og svona og svo þegar vorum komin á svona 15. des þá bara man ég ekkert, þú veist, það bara algjörlega tómt það eru gestir sem ég bara man alltaf eftir og það er það og ég man ekkert, sem sagt, síðustu 3 þættirnir þá voru við að gefa okkur öðrum jólagjafir. Já, ég man ekkert eftir því. Nei og það er bara en ég veit hvað ég gaf ykkur og ég keypti það. Já, keypti það náttúrulega letrú. Við getum þetta endur þetta koncept eitthvað á næsta ári. Já, það þarf að breyta þessu eitthvað ef við ætlum að gera þetta aftur En það er svo óþægilegt. Það getur ekki verið svona. En það er líka svo óþægilegt að það er eitt að muni ekki neitt Þú veist eins og ég fór í síma bara hvernig kom ég heim hvað var ég sá ég hringdi í Hreyvill Þú veist, sá bara 5-8 Það var ekki búin að lofa okkur að þetta koma okkur heim. Ég enda nýr í bæ með Pétur Jóhannes Það var ekki mín besta Það fækstu sætið þetta og 3 logos. Já, en það er ótrúlegt að þú hafir náð í bæinn. Ég bara veit ekki hvað ég var að spá. Ég skil þetta ekki, en málið er það ég, sem sagt, kameran þegar ég kem heim þá er bara, þú veist, ég bara búin að ákvæða núna Ég ætla að sína þetta. Þú ert með kameru, tekur upp þau með ring. Já, ég bara kem heim. Þú náðir að getur sínt það í næsta þætti í stúdíu ekki blöggast. Ég verð bara að gera það. Því að staðan er bara þannig að ég verð bara að gera það. Þetta er það fyndið. En þetta var bara að vera fullorðinn maður og horfa á þetta er alveg galið. Og þetta var bara þannig að mér að Sigrún þurfti að klæða mig öllum fötunum og hátta mig og ég reyði ekki við neitt Ég bara lappa á muglur Ég gati ekkert sjálf, ég bara komst rétt svo komst heim Það var ótrúlega að ég hef verið sendur heim í leigubíl Ég man alveg þegar ég fór að sofa Það er ótrúlegt. Þú kannski kerti þetta niður líka á 3 slagos. Já, fekk líka, við vorum ekki búin að borða neitt sinni í hálftíðinu. Það var ekkert rosalega skemmtilegt. Jómfrúin kom ég fekk mér svona 2. Já, ég átt bara hálfan bakkan í djúðlar og gott. Þú hefur verið sniðuð þar. En þetta var, sko drengir, þetta var ég veit ekki, það kemur í ljóskundi nú er bara verið að fara að klippa þetta og svona. Sem betur fyrir höfum við allan nóvember til að klippa þetta. Þetta eiga sem að vera 24 þættir.
Ég held að vera alveg vesen með nokkra þætti að það nú ætlum ég bara að vera alveg hinskilin. Það verða nokkra þættir þarna sem að fólk mun bara stilla inn og segja á hvað er ég að horfa þig? Já, sko, við vorum ekki að gera neitt. Nei, ég var að tala við, ég talaði við Bjögga og Helgu framleiðendur sem voru að sjá þetta. Og þau sögðu bara, það voru nokkra þættir þarna sem að bara ég skildi þig ekki, þú skildi mig ekki. Og ég ætla bara að segja, ég var 67 ára gömul kona. Já, hann sagði það í svona 70 stundum. Og það var bara þannig að, og við það var kannski 20 mínútur sko. Þannig að margir þættir þarna verða kannski enda sem bara, sumi verða 10 mínútur, aðri verða bara 3 mínútur. Já, ég meina, við ætlum að hafa þetta þannig. Þetta var jóladag. Þetta átt að vera bilinu 6-10 mínútur þættir. Ég held við náði alveg. En þessi tilraun, þú veist, hún er ég meina þú veist líka bara svo fólk sem er að hlusta við drukkum ekki 24 heilabjóra því að við vorum byrjað að minka í við sáum bara í hvað stemdi þegar ég og þú fórum þá fórum við svona kannski 300 millilitra 270 eitthvað stað þar sko já og svona aðeins undir þegar Steindi fór í græna hann bara fyllti glasi já það bara það lag úr því ég var í einhverju algjöru stemningu þú varst í bara einhverju stór hættulegum gýr já og líka kallar alltaf aumingar sem alltaf verið 0% Egil fór einu sinni 0% og gasta hann alveg lestur bara lestur frá stónu bara aumingar en málið það þetta er hérna ég bara segi núna og alveg hreinskilin, ég bara það, fólk má alls ekki leika þetta eftir það, því að þetta er bara ekki sniðut. Nei, þetta er sko dagurinn eftir, miðvikudagurinn þegar ég vaknaði, þetta var svona, þetta er bara svona þingar sem ég hef ekki lent í áður held. Nei. Af því þetta var líka, við vorum alltaf hættulega í þessu, við vorum alltaf að klára bjórinn þegar þátturinn kláraðist. Herru, já, þátturinn er búin, við erum ekki búin með bjórinn. Þannig við vorum svo ofta þamban, í staðan fyrir að vera að drekka bara við eðlilegu tempói. Þetta er eitthvað sem það var endur skoða fyrir 2026. En við ætlum að vera með 24 þætti, já. En sko, ef við gerum þetta aftur og það er stórt ef. Þess að Pétur Jóhann, hann var bara með okkur sem jólasveinn í einhverja 13 þætti, hann var alveg farinn. Já, hann var svakal þátt hvað 12-13 eftir það já, hann kom sem allir jólasveinandir við saldri hvaða jólasveinan hann gæti aldrei svara hvaða jólasvein eftir núna hann kom líka sem jólaköttur og eitthvað þetta veit vafasamsti jólaköttur enda sem ég sé á æfiminni sko þetta verður annarkvært að versta eða bara besta sem hefur komið en með við klippurnar sem að ég fengi þá er þetta alveg þú veist þetta er áhugavert allavega ég er að segja bara þú veist þetta er rosalegt sko þetta er svakalegt sko þið fáum nú að sjá held ég svona mest af þessu í desember þegar jóladagatal blökkasins fyrir að stað en það byrja fyrsta des og fyrstu, ég man, mér hans fyrstu þættinni geggjaði. Já, þá vorum við líka bara í venjulegum gýr. Já, við ættum að reyna að halda þið bara þannig að við séum bara í gýr 24 daga. 1, 2, 3 kaldir, þá erum við bara feskir og fyndnir sko. Svo er þetta hérna, ég veit ekki alveg með þetta koncept að keyra niður einn í hverjum. Það fór hratt niður og við hérna svona eftir 10. des eða eitthvað. Já, þegar þú búið með 15-16 bjóra á kannski einhverju 2,5 tíma, þá fer þetta hratt niður á því sko. Já. Það er bara þannig. Þú vildir ekki 0, Tóni. Nei, hann vildi meina að það bara mætti ekki. Það var auðmingjar. Já, ég held bara að ég myndi ráða við þetta og er svona hálf útluti sjálf mig. Ég var kom aðna með smá pest og getur ekki að hjálpað. Ertu farin að kenna því að hvernig drikja þér frá? Nei, ég bara segja að við erum með 2-3 komur og fyrir utan það steindi. Hvaða fertu í kallmar mælis ennþá? Til að athuga hvort þú sért með komur. Já bara hver, ég get alveg lofa þér, það er enginn held ég, hvað er langt sem þú mæltið þig? Bara eyrnamæling? Já, því gera á krakkanargla já, það er allt annað já, hvenær mældur þig? Það er helviti langt síðan ég hef ekki verið mældur bara síðan ég fótt í læknis held ég en þú veist það er öðrugasta og nákvæmasta rassamæla já, já, ég veit það en ég er að segja, já, sko rassamælinn getur komið sterkur inn á kominga sem er 41 steg að hitta og bara það var hættulegt en þú sagðist að það verið með nokkra komur? Nei, ég var, þú veist, mælinni grænn og gulur og rauður það ert fullorinn að ferja í raukt þá ertu bara orðin proppið veikur, sko en ég var gulur, skilja, með 38,5 Það er nú sagt að þetta mælaði með litum þá er það bara eitthvað barnamæli Nei, þetta er flottu mæli, sko en, varstu gulur? Já, kallar var gulur fyrir tökunar? Já samt að það er svona harður, ég býtur ekkert á því Jú, býtur á hann Orða þáttinn samt mætti gulur og þú veist ég varð alltaf að mætti gulur og endaði gulur skamma alltaf sem fór í núllara og alveg kolvittlust samt veiku Þetta var mjög skrítið allt saman en já, þetta eins og við segjum þetta kemur í blökastinu í desember það var alltaf bara að prófa þetta drengir Já, þetta var bara ágætis könnun menn bara að lifa og læra, við sjáum til bara hvernig þetta verður á næsta ári Ég get bara lofa kannski verður að breyta sig eitthvað Ég ger þetta bara aldrei aftur Þetta getur ekki verið á þessu tempói allavega Þetta var bara Nei, þetta er maður endur skoða það
Já, líka við vorum svo lengi að því að það var svo mikið vesen, allt bara greið og herru, við byggðum bara alla sem að hjálpa okkur með þetta afsökunar. Já. Og bara takk fyrir að gera þetta með okkur því að spáði í rugli fyrir þau sem heldur bara eru búin klokkan 6. Já, þetta náðist ekki alveg klokkan 6. Nei, helviti langt frá og allir gestirnir sem komu, sorry hvað þurfti að bíða og Ég myndi að líka bara vera tökumæður, þú bókaður á vél og veist ekkert, þú bara bókaður í stúdíu á kameru sko, svo kemurðu Þú varst ekki að taka upp quiz þá erum við bara að hrynja í það bara, þú veist, vægasett og bara það er einhver að sitja undir þessu það er ekki heil brúur í þessu ef ekki síðustu þáttunum. En drengir, svo annað sem að sko, sonur okkar, hann lenti í vesinni, ég ætlaði bara að koma í hérna framfæri, ég er ekkert svo eini sem að vera að skema þessa dagana. Aron Kahn, Aron Kahn Lásu þetta? Sko ég held að þú er svo eina celebrity í Íslandi sem þessi gæði var að targeta. Nei, býtu, þú sagðir ekki segja celebrity af því að þú vildi meina að ég væri það mikið ópós og ég var að lenda í þessu. Þannig ertu með bara the hottest shit in town, ungan dreng, hann lendi í þessu líka. Þannig þetta er ekki aldurstengt greina. Nei, þeir eru með því okkur lista sem eitthvað svona ég fæ sett svo oft sem er hægt að svindla málið það ég er alltaf að fá okkur mail eðlilega. En málið með, þú veist, eins og Aron Kahn ég sé hann ekki fyrir mér að vera ykkur algjör vindóskall sko. Hann veit, hann er örugglega eins og ég elska Aron sko, hann veit það en ég er að segja, hann er típan sem fær trójahest, eins og blöðarinn sko. Nei, það sem ég ætla að koma inn á að þessir svindlarar, þeir eru það góðir í þessu að þeir vita að hann er að gefa út eitthvað dæmi og þarf að borga eitthvað, það er sem ég lendi hvernig áttu, þeir vissu að það veri búið að cancela Netflix áskriftunum minna því að ég var að skipta kort. Ég er að vara fólk bara hlustundu við. Þetta er orðið ekkit eðlilega vel gert hjá þessu liði sko. Og svo fyndið, það var að koma grein í dag er ekki, klukkan 3 í dag og þar er varar við vafasömum Excel-skjölum í umferð, bókstaflega allt. Ég spyr nú blöð, ertu búin að vera að fá okkur Excel-skjöl og ertu búin að vera að skoðu? Og blöð alltaf notar ekki Excel? Nei, ég er engin Excel. Þeir þurfa að ná blöð á okkur með Netflix eða eitthvað sem er bankaðinn. Nei, þeir eru mjög sniður. Þeir fara beint í kreditkortið mitt. Já, en þú veist, þetta er einhvern veginn að ég er á 4. kreditkortinu á einhver einu árið. Vandamálið er að ef þú sendir honum link he will click it og þannig að ef þú sendir honum alveg sama hver sendir honum einhvern link random manneskja, hann smellir á hann. Ég get alveg loðað því, það var þannig en eftir að loka 3. kortinu, ég er á 4. korti þá er ég bara núna, ég er eins bara passífur og hægtir að vera á þess að líka sko. Já, núna svindlaði nokkuð sinnum sko. En það sem er að gera með þessi Excel-skjölblöð þú heyrir þetta. Já, bara hlustendur líka. Já, hlustendur, er að þú færðir í rauninni mail þar frá einhverjum sem þú þekkir sem þýðir að það er búið að segja einhver hakki, June eða Egil eða Aron Kahn eða einhvern og negli svo á blöðar þannig að þú horfir bara mailið, já ok þetta er bara hann. Já, eitthvað Excel-skjál frá honum. Ekkert mál. Já. Það er fínt að vara þessu. Þetta var 4 milljónu króna skemja og þetta var ekki ykkur 200 skall. Nei, 4 M. Alvöru viðbjóð. Það er alvöru viðbjóð. Ég er bara, það náðist ekkert af þér. Þú lokaði bara kortinu. Nei, það er bara, það góð þjónustæðið í bankanum að þau lokaði þetta strax að þau sáu bara, herru, hvað er verið að rukka þetta. Þú tapaði einhver í rauninni. Bara kortinu. En þegar það var verið að skemma þig með Netflix-skemmi varstu þá bara verið að taka af þér einhvern 1500 kall eða var verið að taka af þér bara ég veit ekki, það var náttúrulega stoppa strax nei, það var reynd einhver held ég 40 skrona þú verður alltaf að vita næstu út skemaður ekki vera eitthvað máli ég held að muni ekki að gerast þetta þegar það gerist ekki ef ég er bara orðin sko ok, það er eitt með Netflixi það var ótrúlega vel gert, ég ætla að gefa þeim það en stærstu mistöki mín var þegar kom eitthvað svona auglýsing bara, herru, ég gæti ekki að opna lengur PDF-skjöl eða eitthvað svona og þyrfti að endur nýja það hennar linkmestari og blöð bara leið og ég satt bara upp í sófa, ítti á, já, hörðu, ég veit ekki eins og hvort ég noti þetta eða ekki, en ítti á það, svo kom bara strax kortinin öfri lokað og eitthvað fæsli, ég bara, hvað var að gerast þetta er ógeðslega óþægilegt dæmi þannig að ég get rétt ímyndað með hvernig svona, sínu okkar leið við þurfum eitthvað þjónust á Íslandi hvert, þú lendir þessu, búið að hakka Facebookið eða Instagramið eða taka kreditkortaðir eitthvað hvert hringir þú til að fá aðstoð það er engin að tækla þetta er allt bara eitthvað svona engin entrepreneur sem vill fá alveg kæsa þú getur ekki hringt bara beint út þú fær bara að tala bara við eitthvað robot og líka bara svo Facebook-akkántin, Instagram-akkántin með miljón myndir og með vini og þú vilt ekki tína þessu
Akkur eru ekki einhver í Íslandi sem aðstofa fólk við þetta? Þetta bara sturlu pæling í blökastunum. Fyrir Steinda, opna þannig fyrirtæki. Ég hef verið með þessa Steindi getur ekki farið í þetta, sko. Hann að brjála að gera honum. En einhver annar sem laus, sko. En, veitu, það var eitthvað annað með svikin sem ég ætlaði að spyrja út í. Já, nei, fólk elskar skems. Getur fengið Aron Kahni spjall þar sem að labba með okkur í gegnum þetta skem. Fá mann í blökastunum. Ég vil svo 35 minna spjall þar sem útskýrir þetta skem. Já, það var mjög gaman. En munið þar senast við fórum til AC, þá var ég skemaður. Og ég ekki að tala Riksson í Walmart. Það var bara completely different skem. Það var bara eitthvað á kortinu. Já, þá var basically, ég var bara komin heim. Það var eitthvað 3.000 kall tekin eitthvað. Ég bara, þetta eitthvað fæsla sem við bara lengi farið í gegn eða eitthvað. Svo tekin kannski eitthvað 5.000 kall eða eitthvað. Það er þetta vel gert, það er alltaf bara svona lítið einu. Og svo þegar ég bara lendi í þessu bara eitthvað 4-5 dagi röð, ég bara, hvað kjafta þetta? Það var nokkuð gráður. Hringt eitt símtal, þá bara, heyrðu, býttum við þurfum að loka þessu alveg strax. Þetta ykkur 2 sikkur fyrirtækin og þau eru stödd sko í sikkur fylkinu í Bandaríkjunum þessi fyrirtæki. Og þá var þetta, ég veit hvað þetta var með þessu. Þegar þú veist, ég let barþjónið eitthvað, hann vildi fá kortið. Þú lætur aldrei eitt fá kortið. Þar var ég vilsingur. Já, ég hef oft lent í því að fara bakum með að bara borga. Já, ef einhver fyrir að bakum með kortið þitt, þá tekur hann bara upp síman sinn, ítir á eitt takk, tvíklikkar, klikk, kameran upp, tekur mynd af framlið, baklið, þú ert fókt. Þannig að hann er með allar upplýsingar þar. Þannig að basically þú ert aldrei að láta ef einhver segir, settu bara kortið í hann bakka, ég er að spája fara í göngutum með það eins og það, og segir bara nei, náðu bara í posan. Ég meina, flesti núna eru bara tvísmetla og Face ID og rétta síman og hann er búið að laga þetta. Því alltaf eru 1-2 gæjarnir í heiminum sem er ennþá með physical kort. Já, það er kannski smá vesen. Þið eru bara með kreditkort. Kortaveski. Ekki kreditkort. Það fyrir ekki að þú ert alltaf með debit. Já, ég er með kreditkort. Ég grjótari debit maður. Ég mun aldrei hægt með veskið mitt með þykir væntu en farið yfir þá dagsistryggir. Við erum með þekkið ekki og ég ætla að fara í gamla góða reglu þess að þið svarið fyrir hvort annan. Já. Ég veit að þetta ykkur flókið, sko. Nei, þetta er ekki flókið. Þannig í staðin fyrir ef ég spyr þig bara segjum bara hvað er uppáhaldsmaturinn, þá áttu að svara hvað er uppáhaldsmaturinn að Steinda. Þetta er ekki flóknir en það. Þú ert að hugsa fyrir Steinda. Nei, þetta er alls ekki. Við erum með spurningkeppni Gilsarnas, hvað er að vinna með þar? Í dag er þetta King of Verkfall. King of Verkfall, já. Og auðvitað. Hvað var 100.000 konurinn í bæ? Já, auðvitað ertu með þetta maður. Ég var að spája að hafa King of Winter því að vetradagurinn fyrsti á morgun. Já, það er komið að vetrafrí. En það getur verið í rauninni þegar við erum að fara í óginuna, við fara í frost og snjó. Það verður vetur hérna fram í apríl. Það nægur tími að vera með King of Winter. Já. King of Verkfall. Það er bæðu vegi hérna, þeir eru báðum eitt sigur þar og eitt jafntefli, þannig að það er spennandi hver tekur þá næsta King of Winter. Spennandi. Við erum með sturlaða staðreyndir sem átti að vera síðustu viku, náðum ekki inn í síðustu viku. Queen Raka Gísla er að koma hingað í spjall til okkar. Huge. Það er alvöru gestur. Þú ert með kortmynduru fyrir, myndur þú fyrir Cash eða ekki? Ég er með kortmynduru Cash og svo er ég líka með How Do You Do Fellow Kids sem ég ætla að henda ykkur í á móti GTRN og honum Haraldi sem er í hljómsveitinu Retro Stepson. Þau var að gefa út lag og ætla að koma í dag. Þau ætla að koma líka, þannig að það er nóg að vera hér hjá okkur í dag, kæru hlustandi. Við erum búin að jafna okkur síðan á þriðjudaginn. Já, en þú veist, nei, ekki alveg. Ég er alltaf ég er bara nokkuð fít, sko. Já, en þú veist, þetta er að koma, þú ert ekki 100% ansvar. Ég er alveg 97%. Aha, já, það býtur ekki á þig. Nei, þetta fór ég á Péturbarni í bæ og heldum áfram að drekka eftir þetta. Það er rosalegt. Hér kemur eitt úr Skagafirðinu. Þetta er topp tónlistarstöðin. Þessi snillinga kom úr Skagafirði og kalla sig Úlfur. Og ég held að ekki að fara fram hjá neinum sem lustar á þennan þátt að þetta er okkar uppáhaldslag í dag, drengir. Við elskum Úlfana. Þetta er ekkert eðlilega gott lag. Þetta er, mínum að þetta er bara besta lag á Íslandi í dag. Ég er á leiðin á tónleika með The Wolves í Bæjarbíó 7. nóvember. Ég er með óskalag á eftir þegar þú hefur tök á skal kynna á það á eftir. Nýtt lag, hvað var að koma út? Það fá allir óskalag í þessum þætti sem vilja. Talandi um skaffinninga, þá töpuðu fyrir Njarðvík í gær í körfubolta sem var viðbjöður, en til lukku með þetta Njarðvíkingar sem var viðbjöð. Já, ég var að horfa á hann leikmaður. Stólarnir þurfa að komast í úrslitakeppnina. Stólarnir náttúrulega með f95blöð.is á rassinu. Við erum með raskatið að þeim. Þannig að við þurfum þá í úrslitakeppni. Fyrsta tapi í deild. Við verðum ekki að panika. Það er gaman að hafa Stóni, þú veist, hann er ekstra hugulegur í dag með þetta hár, andlitið á honum á raskatur, ekki bara F95 blöð. Við reyndu það var smá eitthvað að vesina, það þótti og eitthvað. Ég held bara að hafi
bara engin sett, ég held að það hef aldrei verið andlit á mannesku á íþróttaflík. Nei. Ég man ekki eftir því. Kannski verður það hægt á næsta ári. Við erum komin til að vera þarna á bossanum. Já. Missum ekki bossan svo auðvitað. Við fáum alltaf fyrsta tilbúið ekki aftur næsta árið, ekki? Það er rétt að vona. En talandi íþróttidrengi, þá var líka risa dagur á morgun, Steindi. Þið þurfum svona nett kraftaverk. Þið þurfum að treysta á jafntefli á Ísafirði og sigur upp á Skaga. Ég held að ég geti nokkuð veginn verið vissum. Þú ert á leiðinu upp á Skaga, ekki? Ég er á leiðinu upp á Skaga á morgun, ég og ætla bara að rusla öllu genginu upp yfir. En ég er nokkuð vissum að við náum sigurunum upp á Skaga, því að ég málið það, Skagafólk, þetta er mitt fólk. Menna, dætur mín eru fættar þetta Báðar, þannig að ég veit að Skagafólki er alveg til í að droppa þessu leiki róleitum eina síku fyrir okkur, menn þeir eru safe. Það getur verið þunnir, Skagamann, þeim er drutt saman leik. Já, ég heldur þetta, þeir eru uppskerahátið kvöldi. Já, ég er þunnir. Þeir fíla Steinþór. Hvað er það að fá sér í kvöld? Já, ég myndi halda það. Ég meina, þeir eru bara búin að liggja í því sem þeir voru safe. En málið er að ég er meiri áhyggjur af Vestra KR, því sá leikur sem er á Ísafirði verður spilaður í Frosti, sem er náttúrulega kannski topic út af fyrir sig að þessi deild sé ennþá í gangi í loka okt, en það verður að vera jafntefli. Ef það er ekki jafntefli þá bara er þetta dautt líka. Þá er þetta bara fyrsta deildin og ykkur á næstari. Talandum á áhyggjur, þú hefur áhyggjur, fólk hefur, ég reyndar, sagði ég ekki ekkert um við ætlum að hætta fjallum Brittni í slúðrinu, því að það er eitthvað nýtt vídeo henni núna, þar sem hún sest skrítin undir stýru og er að keyra bara á milli. Það er svona, allavega, hún er ekki komin á betri stað frá því við rættum hana síðast og fólk hefur miklar áhyggjur henni erlendis. Keislu. Já, en ég ætla ekki að fjalla meira um það. M&M hins vegar, drengir, hann er komin kærustu. Já, veitu hver það? Og þetta er enginn sem þú þekkir. Ég fór að hugsa, hann er M&M næri að halda, að því að þú talar oft um það, Steindi, að fólk reynir greinlega að komast á forsíður blaða, auðvitað. Maður veit ógeðslega lítið um hann. En svo hérna heitir Katrína Malotta og er stílisti og förðunarfræðingur sem hefur bara, er M&M stílist að mér, þannig er þetta alltaf lítið eins út. Ég byrju, þetta er ekkert endilega stílistin hans. Já, hún er alltaf þekktu stílisti. Já, en ég er að segja hérna en þetta er bara fyrsta kærastan hans síðan 2006 halda slúðumiðlar hann úti. Já. Það er helviti langur tími. Tóku smá single season hana? Já, smá, 19 ár. Það er ekki aðeins meiri smá. Það er alveg bara slatti. En þetta er svona eins og með þú veist, það er fullt að liði úti sem er, þú veist, og ég er rauninni langstærsta liðið úti er ekki alltaf á forsíðinni, Nei. Þú veist forðasta A-list superstars er ekkert alltaf okkur forsíðum ykkur staðar. Nei, reyna forðast að auglýsa einhver nýja kleinustað eða bara nýja kærustu eða kærasta. Nei, bara glinda. Hann reyndar var orðaður við Mariu Carey á sínum tíma, en það var aldrei eitthvað opinbert sendur hér. Herðu, svo er drengir, það eru stórar fréttir fyrir króksara. King John Bon Jovi ætlar að taka úr næsta ári. Fyrsti túri síðan 2022, ég er búin að bíða lengi eftir þessu. Og hann er búin að negla þetta 6 dagsetningar og hörðu, hann ákvað að taka bara Madison Square Garden 7. og 9. júli. Þú ert alltaf ammælið þarna 8. sem er hann í kringum ammælið þitt. Kæmur ekki óvart að ég verði í New York á ammælinu mínu núna á næsta ári. Þetta er örgulega helviti góð tónleikar. Bon Jovi, ég vil eiga það mörg góð lögum. Endalust. Hvernig langar ekki að fara að sjá Bon Jovi? Bam This is for the song. Ég held að það sé alveg svakalega margir sem vil ekki sjá hann. Ég held það náttúrulega. Sem vil ég ekki sjá hann? Þetta er hann að gera króksarna Nei, ég vil alveg sjá hann. Það er ógeðslega skrítið að vilja ekki sjá eitthvað. Bon Jovi er bara alveg lög. Ég held að svona prósentin á Íslandi sem myndi bara henda sér í flugvél og panta hótel og rusla sér út á tónleika. 30%. Ég ætla að fara að segja kannski 4. Nei, það er ógeðslega mikið, 4%. 10%. 4%. Lágmark. Það er mikið. Ég fer ekki undir 10. 30% heldur að sé bara kannski svona 70.000 mann sem myndu bara þá eru meðandi bara uppseldir, bara Íslendingar verða þarna bara. Íslendingar virðast einhvern veginn alltaf ná öllum niðum, hafið tekið eftir því. Það er bara sama hvað leikur það er, United, Liverpool og bara martröður að fá miðaldri fólk, alltaf eru Íslendingar. Hver er það með það? Það er góð pælingi, það er eiginlega bara fylgjast með því. Það er enda eitt skellur, Richie Sambora,
menn heldu að hann myndi taka þennan túr með Bon Jovi en hann er ekki spilað með þeim í mörg ár eftir að slitnaði upp úr en hann verður ekki með Sko, hann er ekki spilað með þeim síðan Þetta er 20.000 manna venue og Madison Square Sko, Garden þetta er 20.000 Já, ég er alltaf að fara að mæta. Þetta er 20.000 manna venue. Ég held reyndar að Madison Square væri miklu stærra. En þetta er 20.000 manna venue Já. sem þýðir það að með alvöru marketing sem blöðurinn getur verið að keyra í gang núna þá getur við verið bara þarna og getur fyllt stadium með bara Íslendingum. Það verða, ég get alveg lofaði það að vera svona 50 til 100 Íslendingar sem fara á þessu tónleika Já, ég er ekki að tala Miklu meira. 50 til 100 og ég er að segja bara að þú getur verið með 19.500 sem Íslendinga sem tekur sæti hérna 19... Já, ég get alveg að lofa ykkur ég hef einu sinni reynt áður að fara á Bon Jovi þá fekk hann bronkitis, það var einmitt í New York með þér, við vorum alltaf bara mættir fengum allir SMS, notification að tónleikarnir væru off Það var hræðilegt maður Muni ekki, við fórum á okkur körfuboltaleik í staðinn og Landakös vildi bara fara beint að gamla hann sagði akkur það hangi í New York við fyrir ekki beint yfir bara frá maður Gamble Fóru beint til AC þannig að hann vildi fara úr New York Ég held að besta sem hann hefur sem fengið er bara Michelin-staðir og skemmtilegi barir og okkur vildi fara í the hellhole Þetta er mér þess að áður en við Rakel byrjum saman og hún var búin að læna ykkur upp fyrir okkur geggjaður þessa New York er aðeins skemmtilegi staður en AC Svona 10.000 og hann vildi fara fyrr Maður er að New York er í alveg brekku núna Þannig að því er ekkert að stoppa Já, því að AC er blómstrandi Nei, en ég er að segja sko En málega það, ég er samt að skil Kös þannig svolítið vel, ok, tónleikarnir eru átt Af hverju þá Alvöru að spilafíkn í gangi Nei, ég er að segja, hvað heldur að það er real talk En Já, byrju, það er bara real talk En erum við að fara þarna út til þess að fara á bar? Það er ekkert hannig Ná, því að svo leiðast að fara hvað gerir þú fyrir til New York og London Nei, þess vegna og hafa alltaf allir vilja að fara beint til AC Það var ekki allir, við eigin vildum við áfram best að gera bara bæði sko. ná rooftop-barnum og einhverju ressa og hafa gaman og líka gamble En Við hvað það er málið samt með rooftopari? Það er ekkert sem Íslendingar elskar meira en rooftopari útsinni og a beer það er konceptið við Helviti gott koncept Það er ekki gott koncept sko. Heyrst verður koncept Lægjalli henda slúðurpakkan á Northwest sem er dóttir Kim Kardashian og rapparans Kanye West Núna í fyrsta sinn svona the tables are turning að fólk er farið að taka undir áhyggjur Kanye West Munið þeirra voru allir sem heldur að hann var í einhverju maníu þegar hann var að tala um að hann vildi ekki að dóttir sín væri að auglýsa hitt og þetta og væri með TikTok-reikning en svona það eru komnar svona áhyggjusraddir eftir svona síðustu uppátæki Northwest inn á TikTok að við séð þetta Nei, með bara svona þetta er komið eitthvað svona útlitt og Já, en hérna svona, þannig að allavega þá eru margir farnir að taka undir með Kanye að sé ekki alveg holdt fyrir barnið að Sko, í fyrsta lagi, ef þú ert 12 ára þá áttu náttúrulega ekki að vera með TikTok aðgang Nei, sama ekki. hver þú ert hvað þá að vera í TikTok-reikninga sem þú ert í engaþótum og Já, ég er að segja það, þú veist en hérna, það er svona mitt mat, sko en maður til þess að frétt svona sína hérna, ég held samt að, þú veist, þú segja það að hún var komið svona útlitt en ég held þetta hafi nú verið bara var þetta ekki bara eitthvað búningapartí eða eitthvað Nei, Minnir ég hafi nú lesið það þá myndir nú ekki hafa áhyggjur af sig það Nei, ég held að það sé bara En allavega, þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smástund förum við í þekki eða ekki, en við skuldum auglýsingar fyrst. FM 957. Þetta er alvöru lag og drengi, þegar maður heyrir bara eins og þetta lag, þá finnst mér sko, við erum búin að vera með F9 blöð hérna í nokkur ár. Mér finnst verri tónlist í dag heldur en var þegar við vorum að byrja. Finnst það ekki hérna bara Er það bara alltaf þannig öllum? Það er faglega mat. Já, ég bara þar, eins og þetta Diamond. Nei, ég segja að þú veist, ef þú myndir leifa bara skilur strákunuðinum að hlusta á bara Bítlana og svo bara einhverja hljómsveit í dag skilur þessu bara Ég meina Bítlandi og það er besta hljómsveit allar tíma. Nei, ég er að segja, þú veist, ég er að segja bara Þegar ég er úlingur þá er ég að hlusta sko á Supertramp og fleiri plötur sem pappa á. Já, og ég meina ég meira að segja að hlusta á þessa tónlist alla því ég er úlingur og svona, við náum því, en ég er að segja, er þetta ekki alltaf kynsluðir, mér ekki börnin okkar finnast, skilur það sem er í gangi í dag, bara alltaf miklu betra en Nei, mér fannst það ekki, þegar ég var, þetta er akkurat dögugt hjá mér, það sem þú varst að tala um. Þú varst satt Nirvana maður, sem var hot shit Jackson, jú, reyndar vissulega. Og Metallica og Guns N' Roses Allavega, ógeðslega gott lag, það var svona sem ég ætlaði að reyna að segja. Þetta er rosalegt lag. Ég meina út af því hún er bara að raka svo, þessi tónlistamenda að raka svo mikið inn á öðrum ævintýrum sko, það er alltaf komin í business að hugsa, ákveð að gera eitthvað lög, ég er bara sem er pínu sad. Milljónar Ég var alveg til í hérna plötu frá Rihanna. Svo var ég líka að sjá með hérna varandi bíómyndi líka, ég var að sjá, þú veist, eins og með second screen dæmið alltaf, núna er verið að skrifa, núna er bara 100 skrifið þannig í dag, þau eru það döm að þú getur verið í raunni
í símanum upp í sófa og hort með öðru og verið inn í sögutræðinum. Þú þarft ekki að vera að pæla mikið í. Það er með marga þætti Og það er basically bara verið að gera það viljandi. Þú veist, handriðsöfund að fá bara, þú voru að dömma þetta alveg vel niður, sko. Þetta allt og... Já, svo fólk getur í símanum. Já, fólk þarf að geta að horta á þetta svona með öðru. Herðu, við ætlum að fara drengir í lið sem að tengist þessu talandi góð lög. Já. Þá er einmitt GTRN að koma hérna til okkar eftir. Já. Og meðin hérna er Jón Jónsson, við erum að fara í þekkið ekki. Við þurfum ekkert að hafa þau bæði í stúdíónu og vera að taka þetta live á meðan við erum í þessu lið. Ég væri til í það. Það væri rosalegt. Það er alvöru hugmynd. Herru, mér vantar pennan inn að hvor ykkar allar að fara á prentaran fyrst. Ég skal taka bara prentaran. Það vantaði penn. Það er fínt að byrja og ljúka þessu af. Það er rosalegt að vera að leita Hann heldur bara á penna og er með blað. Ég þarf að skrifa svörin. Það sé svo. Ég man ekki hvernig ég þurfti desperately penn alltaf að skrifa eitthvað niður. Hann skrifar svarið niður með penna. Þau eru ekkert smá töffmaður. Herru, þau eru svalastir, drengir. Steindið er farin út. Fyrir utan það, ég er miklu sneggur að skrifa þetta heldur en að pikka þetta. Já, þú ert líka að skrifa með bara 2 puttum. Já. Ég er sneggri að skrifa. Vildur ekki meina að þú væri snegstur á Íslandi? Þú ætla að skrifa, ég skrifa líka illa með penna. Ja, það ger ég líka, það er ekkert margir sem myndir skilja hvað stendur hérna. En herðu, eins og ég sagði ykkur í byrjun þáttar að þá eigi að svara þú ert að svara fyrir Steinda. Já, þetta er flókið, en ef ég ger eitthvað vitlaust, þú bara pikkar í mig. Nei, ok, ég skal bara gera þetta ógeðslega einfalt fyrir þig. Ok, takk. Ég skal til dæmis bara byrja á það að spyrja þig bara, hvar líður Steinda best? Þetta er bara shit. Og hann á að giska hvað þú hafi sagt Já, sko það koma nokkrir svona staði til greina þarna. Hún líður mjög vel í pottinu heima á sér, til dæmis. Við erum með chat og það eru nokkuð svona komið mynd á hún í pottinum þar sem er að chilla með ískapta good light eða og það er bara að slaka. Hún líður mjög vel þegar hún er okkur bar með Guinness. Veist það gaman. Hún líður vel þar, ég sé það bara andlunum, hún líður mjög vel. Hún líður vel þegar hún er gaming, þú varst ég búin að gefa hans eftir það, hún líður nú vel þar. Hún líður vel að sæna sig inn í einhvern heim og vera hlaupandi okkur dvergur með okkur exi og okkur, veist, bara hver almennt vesen. Ég held að allt sem þú ert búin að segja, það er bara mega sens. Hún líður vel á hlið. Það var ekki búin að reyna að segja svona 10 sinnum að, nei, hann vildi, þú veist á hvað hann sagði á hlið, að því hann vildi segja minnst perralugu stelli og þetta er bara hauntin núna í, hvað er þetta sé, 3 ár, 4 ár. Þetta er bara, hann döði sér eftir á að segja hvað hann segir hérna. Svo líður hún líka vel svona einn heim á kvöldi eftir allir eru sofnaðir. Sko hann hefur margótt sagt þetta og líður óslega vel. Það er einhvern veginn kids fannir að lúlla, frúin líka held ég bara, og hann er bara einhvern veginn einn heima ráandum, eitthvað lappi hringin í eldhúsi, jafnvel í pottunum, bara svona í svona brainstormi. Ég ætla að það sé svari, þú líður best þannig. Einn vakandi í pottunum og bara kids fannar að lúlla annarkot í pottunum eða rámandum. Hann er líka oft á eyjunni í eldhúsinu að svona bara salta. Ok, herru, þá er næsta. Hvað hefur, þetta er svona frá 1 upp í 10 spurning. Hvað hefur Steindi þroskast á bilinu 1 upp í 10 á síðustu 14 árum eða frá því F95 blöð byrjaði? Shit. Hvað myndir þú gefa hann svona, hann væri búin að þroskast mjög mikið það í 10? Eina sem er bara skrítið svo að þroskast, sko, hljómar oft boring. Eitthvað nei, mér, veist, ofta eitthvað svona skemmtilegustu gæðanir sem þroskast bara eiginlega ekki neitt, sko. Já, okkur leikur allavega ekkert á. En samt, ok, hann er búin að minnka flöskuborðin. Þú veist, hann elskaði flöskuborð, nú var hann bara með eitthvað mikið á móti þeim. Hann er búin að minnka það að vera bend á penisa alltaf, hann var alltaf í því, mástu. Nei, hann var aldrei í því. Svo er hann meira fullur heima á sig núna. Einhvern veginn bara býður Svanþór Einarsson fasteignasali kemur yfir og slæjar og fleiri. Það sýnir þroska. Já, og þú veist, hann bara tekur mökk heima. Já. Og mannstu síðan, hann brjálaður, svo kemur hann á móti, þú veist, hann að, mannstu í jóladagatalegu, við erum að taka upp, að hann var vel reiður, það menn allir 0%. Já. Það sýnir kannski ekki beint mikið þroska. Þannig að þetta er svona, ég með mixed feelings. Þroska í þessu jóladagatalegu, sko. Þú veist, hann er búin að minka gaming, minka svona horsing around, þú veist, samt, þú veist, nú er margir brjálaður út af því að ég vil meina að það er ekki að þroskast að minka gaming því að þú veist, það er bara menna öllum aldrei í því. Sko, hann vil meina hann hafi ekki tímið það. Ég hef aldrei skilið. Hann segist ekki að hafa tími í gaming. Segist ekki að hafa tíma í að horfa á eitthvað sjónvarpsseríur. Samt, þú veist, börnin hans eru sofnir 10 og hann er alltaf vakandi til 2. Hvað er hann að gera frá 10 til 2? Svo lappar hann í hringi, bara kringum eyjuna og eitthvað og það kannski, ég myndi segja 6. Ég ætla að vera gefur hún 6. Þetta er ekki 1, þetta er ekki 10. Nei, 6. Ok. Hvaða rang hugmynd
hefur steindu sjálfan sig? Það er í rauninni bara helviti mikið en þú veist, það er í rauninni bara allt í einhvern veginn, maður er kannski rétt svar það hann heldur að sé einhvern veginn betri í öllu en hann er Það er slattið alveg, sko Þú veist, þú getur sagt bara einhvern veginn, hvernig þetta í handbolta og svarað hans verið, þú veist hann myndi segja að hann er betri en hann er í handbolta það er alveg sama hvað það er Hann er með svo ofta móti sérfræðingum í ykkur sem er alveg ótrúlegt Hann er kannski búin að vera að kynna sér eitthvað í svona 2 vikur og hann heldur að sé bara betri en einhver sem er bara með masterskráði, sko og hann ignorar líka sérfræðinga hann hlustar ekki á það, sko Þannig að, sko, ég vil gaman að því, sko Þetta, já, þegar þú segir það ég var ekki svo búin að hugsa þetta En Það sko- er helviti margt Já, en þú veit, ég veit, ef hann nefni eitthvað hann heldur hann taki yfir 80 bekk þráttir að Logi Bergmann hafi niðurlagt hann í bekk og missist stöngin á brjóskassan, mæstu því Já, hann náði ekki yfir 60 Já, ég segi það, og hann heldur að, ef þú spyrir hann í dag, hvað tekur í bekk, hvað segir hann 80? 100% Sem er bara stórfurðulegt. Já, hann Þetta segist- við séð hann missa það. Já, hann vil meina að þú hafi verið hérna þreyttan svo Já, ég rosalega hef kallast upphittun. Svo heldur hann að hlaupa ekkert eðlilega hratt. Hann heldur hann- við leiður út af það. Hann heldur hann sé að fara að klára bakarslöpu örgulega Heldur, já, það, sko, ég heldur að á þrjóskunni mun að líklega að delivera ágætlega þar, sko, en ég, svo heldur hann sé góður í gaming, það er umtalaði gaming industry, hvað hann er slagast í game, þessu íslíkar eigum, sko. Við hefum fengið það sent Svo nokkuð heldur hann líklega að hann ofugsa ekki hlutina sem hann gerir. Ég held bara, og hann segir líka sem geggjar í fótbolta. Það er, hvað heldur, veit, sko, hvað þessu segir, ég bara, Ég ætla að setja allt hérna en svo þarf ég eitt í svega Já, ég sko, ég vel eitthvað eitt þarna. Ég segjum bara fótboltan, ég þarf að velja eitthvað að þessu. Fótbolti Já, Herru, þá er síðasta Ok, hérna er hægt að fá 0 upp í 5 stig ok, Nefndu mér 5 upp á hluti steinda já. Heiti potturinn, Heiti bótturinn sófinn. Ok, Vist, hann talar ekki mikið um sófan, ég veit hann er í honum. já, Gaming, 12, tölvan já. PS5. Peggræjan, ok, nei, ég er ekki eftir, kipta sig út. Það getur sagt það eftir alveg komin Heiti bóttur sofið tölvan Veipgræjan, Veitir, herra, ok, ég gefði það þú veit það. Já, snakkskálin. snakkskálin Já, þú veist, þegar maður setur stallstanginnar í og... Þá er það frekar bara hérna snakk Hérna, hvað heitir það, hillanars Þetta er hlutur, þú veist. Já, það er snakkskál, bara, ok Þú veist, Herra, ok, er það ekki? já, farðu fram og Ég held ég vinni þetta í dag. Hentu Steindi, ég er reyndar ánægð með svörin Ég er eiginlega sammála öllu sem hann segja hérna Ég held reyndar að Steindi hafi verið ágætur í fótbolta Það má ekki heyra þetta En kemur June inn Skullum samanlegin inn í það Hvað skellur Herru, já Herðu, ertu tilbúin? Egil, ég gef hann það Hann var ekkit eitthvað horsing around Ok Á með fínsvör Já Og þú átt að svara fyrir Egil Og ég mun auðvelda þetta fyrir Ég spyrði bara Hvar líður Agli best? En hvernig, hérna Já Veitu nú við Hvar líður Agli best? Já Honum líður best Sko Ég myndi segja að væri Tenerife Hvernig læti maður? Alltaf, Tenerife Ég ætla að segja Gimminu Tenerife er betra svar Ha? Þetta er gott svar Já Já, sko, bara, nei ekki, já, þú veist, ég held hún líðalega vel í gimminu en það er samt svona vinnan hans líka, þú veist, Já, reyndar. ég held hún líði bara best á Tenerife, hún líður, held ég ekkit vel bara neins þar annars það, sko. Hann er ekkit, sko, af öllum Íslendingum sem fara reglulega til tenni Þá held ég að sé engir hérna hamingjusamir á Tenerife Og Egil Einarsson þar að er Og líka bara svona að gera ekkit sérstæða því að hann er ofta að senda okkur myndir þegar hann er úti þá setur hann bara í tölvun einhver staðar undir einhver svona Hann er ekki svona í sóli Nei, hann er ekki sóli en eitt og ég, Hann bara að senda tölvupósta í þú veist, hann gæti basically lappa bara þarna því að hann er með hugulegt svona garðhísi Já hann geti bara lappað þar inn Við erum opnað með sér svona bjór. lampa Já, opna sér bara bjór Hann er ekki að keypti tana sig. hitalampa. Já. Hann getur sparað mörg 100.000 bara á ári en marga miljónur ári í ferðalög Svo fyrir hann alltaf á sömu staðina þarna. Já, þetta Herru. er voðalega sérstætt sko. Þetta er alveg svakalega einfaldur sko. Það er alveg Já. þegar við svona förum að þegar við ræðum þetta sko. Ert til í löstu? Já, Hvað hefur Egil þroskast mikið á bilun 1 upp í 10 á síðustu 14 árum frá því F9 fyrir blöðbyrja? Hvað ætlar að gefa honum? sko sko í þættinum ertu alveg í þættinum af því Nei. að það væri bara 0 Já, reyndar, ef þú hlustar á gamla þætti held ég að þá sé alveg komið eitthvað smá er það, þá er það bara 3 Já, ok, en nei, ég er að tala um bara í í lífinu þroskast í lífinu Já,
Það er nefnilega slatti sko Ég ætla að Ég er gefa sammála hana því. Já. Ég ætla að segja að það við þroskast 1 upp í 10 í lífinu Já, ég vona nú að hann fari ekki, þú veist, að ná ekki 10-ni Alltaf, þú veist, allt í lagi að gaman að vera Þú veist, að þú verður að halda í smá Sillinesi, eða ekki? Já, Sillinesi vantar ekki, en ég, já, hvað ætlar að gefa honum? Ég ætla að gefa honum bara háa einhvern, ég gefa honum 9 9, það er vel gert. Ég er bara nokkuð sammála því. Herðu, hvaða rang hugmynd hefur Egill sjálfan sig? Hvað ranghugmynd hefur hann? Já. Já, sko, hann er svakalega trúgjarn Hann er þú veist, eins og bara, bara, þú veist, og áhrifagjart, skilur, bara eins og með pottasetti, mástu. Já, en betur það er ekki rang hugmynd? Nei, en þú veist, ég er spáðið, þú veist, hvað veldur því að hann taki svona ákvarðanir? Það er, hvernig myndir maður orða það? Hann er í rauninni, sko... Hann er einfaldur, en hún finnst það ekki. Já, er það ekki svolítið vont svar eða? Þú ert basically, þú átt að svara ekki ég, sko. Já, þú veist, er ekki til eitthvað huggulegra svar en einfaldur? Þú veist, hann er... Heimskur? Nei, það er verra. Já, en það er, einfaldur er þægilegra svara þess að þú ert að leita, sko. Já, ég ætla að segja það. Þessi einfaldur. Já, ég meina, þú getur bóðað hann bara í matabóð og selt hann að pottasett á 700 og hann finnst það actually bara sniðu. Já, en Egill heldur ekki að hann sé flókin maður. Ég meina, þannig að það er ekki ranghugmynd í honum. Egill heldur ekkert að hann sé flókin manniska, sko. Hann veit alveg það sem við erum bara Já, ok, höfum það bara. Þetta var svarið þitt. Já, eða sko, já, þá getum við líka sagt, sko, jafnvel bara að hann sé þá ekki hann með ranghugmynd að hann sé frábær businessmaður. Af því að þetta var náttúrulega ekki sniðugt hjá honum. Hann er margoft lent í þessu, margoft. En hann er ekki lélugur businessmaður. Það er farið. Ég ætla bara að skrifa einfaldur. Þú varst bara að útskýra það eftir. Já. Herðu, þá er það síðasta. Já, nefndi mig 5 upp á hluti Egils. Síminn hans. Grillið hans. Grillið. Já. Það er tölvan. Já, þetta getur bara leiður að segja þetta alltaf. Golfsettið. Já, segð mér það. Og Nú fara úr 0 upp í 100 þar. Býtu, hvað sagði ég? Síminn, grillið, tölvan, golfsetti. Þá myndi ég halda að væri jafnvel bara bíllinn. Bíllinas. Já, ég held það. Ok, ég hef sagt jagri græna satna á tenum. Já. Nei, hérna á Alicante. Herðu, allavega, þetta er komið. Fáum Egilinn. En hvernig veit ég að ég hef sagt eitthvað rétt í þessu? Ég skil þetta ekki alveg. Hvað meinar? Við förum yfir svörin núna. Þetta er ekki flóki. Núna bara förum við svörin og ég ætla að byrja á þér, Egill. Ég spurði Steinda, hvað líður Agli best? Ég var ekkert að reyna að vera sniður í það. Nei. Ég tók svo graf alveg. Hvað mér líður best? Já, hvað heldur að Steinda hafa sagt? Hann hafi sagt hann er líklega nettur rúmið og veist, það fór að sofa snemma og skrítið og eitthvað líklega, ég gerir ráð fyrir að tala upp síman þar sem hann hefur komið inn og að ég sé skjáfík, þannig að mér stöði líklegt að það hefur dótt hérna inn og tölvan hefur líklega kikkað inn líka. Ég það bara svar, hvar líður þér best? Já, þú tala um það maður. Ég held að tala um 5 upp á sluti eða eitthvað, ég datt út. Sko, ég held að upp í rúmi, steinsofandi, kannski. Það er agalegt, það líður best sofandi. Gimmið. Ég segi Spáni eða Tenerife. Tenerife er rétt, takk! Yes! Það er komið 1 stig. Ég á ekki að fagna. Nei. Já. Hann fekk stig. Já. Ég mun aldrei skilja. Þú fagnaði með mér. Það er ekki alltaf lægi að fagnaði með mér. Jú, en þegar blöð snýri svona við, þá mun ég aldrei skilja þetta. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki eðlilega flókið. Steindi. Ég giska á satt gimmið eða sofandi, sko. Það var mjónaður að ég náði þessu. Ég spurði Egil, hvað líður Steinda best? Hvað sagði hann? Þetta er samanlagt, þetta er flókið, sko. Þetta er ekki flókið. Hlustaði bara á spurninguna. Hvað sagði ég? Hvað líður þið best? Sko, það sem ég líður raunverulega best, það er bara að vera heima hjá mér. Bara á stöpbuxum ber ofan upp í sófa með sæng og horfa á eitthvað. Þú veist, þannig líður manni bara vel, skilur við. Já. En ég held að Egil hafi ekki sagt það. Ég held að ef ég ætla að lesa Egil rétt, þá ætla ég að segja að hann hafi sagt að mér líði best
Í beddanum. Nei, hann sagði heima hér hjá eiginni eða eitt svona vakandi þegar allir er farin að sofa hjá kringum eigina, ráfandi með í pottinum. Basically varst með þetta rétt. Já, Ég held þú var ekki rétt bara fyrir Talar inn á hvað annað. heima. Og ég kom með dominating lead. Nei, ekki domir, það er 1-0. Það er 1-0 sko, slökum. Já, Steindi, ég spurði Egil hvað hefur Steindi þroskast á bilun 1-10 sem við byrjuðum með F9 blöð fyrir 14 ára síðan, hvaða tölu gaf þér? Já, þetta finnst mér líka bara erfitt að segja sjálfur. Ég bara veit ekki nákvæmlega hvað það er sko. Ég meina með að við kameruna þegar ég kom heim eftir jóladagatalið þá bara er ég ekkert búin að þroskast það mikið. Nei. Þegar ég mun sína það en ég byrjaði að segja eitthvað fart og prump og gretta mér í vélinu, ég var bara í fullari maður. Ég á ekki að láta svona. Þannig að ég ætla að segja að þessi engun hafi ekki verið það há. Ég ætla að segja þessi 5. Hann gaf þér 6. Fokk, varst nála tíma. Ég ætla að segja 6. Ég veit alltaf nála tíma. Egil, ég spurði Steinda sömu spurningu, hvað hefur Egil þroskast mikið á þessum 14 árum, hvað gaf hann þér? Já, veist, hann hefur alveg komið með pillur á mig og sagt þessi ennþá að tala sömu hlutina. Ég gerði fyrir 10 ára síðan sko, Hann spurði, ég skal gefa þér smá hint, hann spurði er þetta tengt þættinu með bara lífinu og ég sagði lífinu. Ok, sko, já í lífinu, sko ég held að við allir höfum alltaf, sko ég er búin að taka reynslu á gömlu þáttum. Við erum aðeins allir maður getur alla sett gömlu á sko. Ég ætla rétt að vona það við séum aðeins. Þannig að það er enginn að fara á 0, það er enginn að fara á 10. Ég held sem allir einhvers staðar í miðjunni. Þetta er einhvers staðar 4, 5, 6 max 7 sem Stóni hefur gefið. Og kannski eftir hvernig hann líka gefið með 6, 7. Svona með grunna það, hann verið svona í hvernig gýr 7. Það er 9. Wow, þú var búin að þroskast mikið, ég er samlaðin. Já, sko. Það er mikill munur á þér fyrir 14 ára síðan. Ég meina, hann kom helviti vel út úr jóladagatalinu. Skástur á okkur, sveið með það. Já, það kemur nú bara ljós þarna í jólinn. Þá er það næsta spurning. Það er 1-0 eða þá. Já, það er ennþá 1-0. Steindi, ég spurði hvaða rang hugmynd hefur Steindi sig. Ég spurði Egil að þessu, hvað sagði hann? Ég ætla að segja að það sem ég hef allavega sagt mig, það hefur spurt mig af þessu, það er að hausinn er stundum aðeins svona sterkar en líka minn. Ég vann með hindranir stundum svolítið. Ég bara líka kann að taka á mig. Ég get alveg viðkynna, ég oft skiti með það, misreikna hluti alveg gjörsanlega. Þannig að ég ætla að segja að höfu já, ég sé að gefi stundum út ávísanir sem ég get ekki alveg. Ég ætla eiginlega að gefa rétt þetta því að hann sagði allt. Ég sagði bara í heim. Hann var að tala um þetta. Já, þetta bara svo sagði. Þetta er rétt. Hann sagði bara ef hann yfir að segja eitthvað bara fótbolti. Já, sko, ef ég þetta nefnilega einhver ákveðin hlut út af því þú veist, ég taldi um miljón hluti, sko. Ég átti að skilja hann að punkt, takk blöð og salgjarn. Nei, hann fekk hann. Steindi fekk hann. Já, fyrir ekki Er þið ekki að ná þessu? Nei, ekki að þá Steindi, nei, eðlilega flókið liður. Egil, ég spurði Steinda hvað rangu hugmynd hefur Egil sig sjálfa sig. Hvað sagði Steindi? Sko Það sem er trikkið er að ég veit alveg ég er með skjáfíkn, ég veit alveg ég er þrjóskur og þú veist, ég veit alveg ég er háður tenir ég fór spánaferðunum og þannig að ég er meðvitaður þetta. Það er ekki rang hugmyndir, þannig að mér er svolítið trikki hvað er ég ekki meðvitaður þetta er mér svolítið sérstæð eða skilur þetta, ég veit alveg ef þú segir mér, þetta er með skjáfíkn já, ég veit það, skilur hvað við þannig að mér þetta trikki ég er bara að spá að gefa allir stig líka því að, neða samt, viltu veita hvað hann sagði? Já, hvað sagði hann? Það voru einfaldur. Já, það er geðveikt. Nei, sko, það er nefnilega hljóma svo illa. Nei, bara mjög fallegt. Nei, ég ætla að gefa það stig þetta var allt sem hann var að tala upp. En málið er það sem ég var að tala í raunni er að, mástu með pottasettið það væri svona Já, auðvitað svindla mér. Létt að svindla. Ég veit ekki henni það. Það var ég að reyna að segja. Nei, hann veit það samt. Það var sem ég var í nútskjöru fyrir. Það er ekki, Egil veit alveg. Sko, það er ekkert að svindla mér svo blöð, það er ekkert að senda mér link og ég smetla á hann. Nei. En ef ég fer á okkur pottakynningu og það er eitthvað gömul indislega kona sem búin að mæta eða 5-6 klukkutíma og sýna mig okkur á potta, þá get ég ekki láta hann lappa út á hans að close a deal, sko. Það er 2-1 Agli. Síðasta spurningin, hérna er þetta að fá 0-5 stig. Ég ætla að byrja á þér Egil núna. Ég bað Steinda að telja upp 5 upp á hlutina hennar. Hvað sagði hann? Og það mátt bara segja 5. Já,
mínir sko, það er myndið að ég var að ræða á hann sko, ég myndi halda að þetta er alltaf saði símin Rétt, komið stig Tölvan Rétt, komið annað stig Rúmið Og 2 eftir Svefnringurinn Ripper Fekst 2 stig Hann sagði grillið, gólfsettið og bíllinn Hann fekst 2 stig Sko, ég veit ekki við bíl Og enda með 4 Grillið og gólfsettið Bíllinn kemur bara frá A til Ö og sko grillið ég verð að gefa það, gólfsettu líka ég er hann kylningur núna þetta er ég rugglaðið maður Steindi, ég spurði Egil nefndu 5 upp á sluti Steinda, hvað sagði hann? Hvað fekk ég þú 2 stigarnar? Þú fekst 2, þú ert með 4 stig Steindi þarf 3 stig til að jafna Hvað er staðan? Það er 4-1 Ekki 4-1? Jó, þú getur fikið 5 stig Sko Ef ég ætti að segja 5 Sko, ég held að hann hljóta hafa sagt Áritaði KB panski minn Rann, það sagði það ekki Það fekst ekki stig hann og 4 eftir Þá ætla ég að segja Sapspjöldin Rámt, sagði það ekki heldur Þetta er sem ég er að segja samt Þetta eru mínu upp á sluti En þú þarf 3 stig núna til að jafna Þá ætla ég að segja Gamlar leikatölur sem ég safna Hann sagði 12 okay? Ég hlýt að fá þetta Gaming Bara tölva. PlayStation tölva Svo Og 2 eftir Potturinn Rétt 4-3 Hvernig kveiktur það þessu maður? Og býtu Ég þarf 1 í viðbútt Til að jafna Upp á slutinni mín Ég vil Þú átt bara 1 svar eftir Ég vil vona að drullir að Það hlýtur að vera að Langar hann ég- hafi sagt þá Þú veist, ég veit að hann veit að mér finnst leiðilegt að fara að sofa og svona En ég held að hann hafi sagt samt rúmið út af einhverjum öðrum ástæðum Rámt Ég vann Egil vann þetta, hann sagði Sófinn, veipið þitt og snakkskál Þú elskar veipgar Þetta er allt hár rétt Þetta er alltaf hárrétt Við skuldum auglýsingar Egil innulega til hann Takk ekki kærlega. Það var fallegu sigur í Thank you. það. Já. Thank you. Og hann var, sko, þú vinnur oftast þegar þú ert ekki horsing around Nei, veist, nú var ég ekkert fýblast Nei Búin að þroskast líka 9 þar, fikk 9 Þú veist orðin var alltaf hann maður Þetta er FM FM 957 Með fullur minningur við Justin Timberlake ætlum við að lækka í honum hér Þetta er lagi What Goes Around Því að við erum konum með góða gestinga í stúdíóið og vorum að komast að því að þetta er í fyrsta sinn sem þau koma bæði sem að er furðulegt eftir 14 ár Þetta er okkar besta Guðrún Eifirða GTRN og Haraldur Steffsson Já, þetta er sko Eða bara Stefansson Já, ég var bara Steffsson Stefán er flott Í hljómsveitinu rétt úr Steffsson Já, og verið velkomin Takk fyrir. Bara fyrsta spurning er alltaf á alla gestir sem koma bara hvernig eru þið? Ég er bara ótrúlega góð. Já, En þú? ég get ekki verið betri Er það Nei. nokkuð? Nei. Það er gott að heyra enda förstu dagur Það er svo fyndið Já. sko getur enn var að tala um að hún væri svona draugur FM 957. Því að hún alltaf er alltaf í þekkið ekki Hún var bara einn áðan í Já. 30 mínútur eða eitthvað sem sá liður er- þáttarins En ég hef aldrei komið. Já, þetta er bara Þetta er crazy eiginlega bara stór dagur. Og En sko, það er mósvellingar í ekki- meiruluta Já. Þrýr mósvellingar En það þarf að taka það fram, það er ekki að því að þeir eru ekki bóðið Ég veit það í gegnum Já. mána Við höfum oft tjekkað á þér, þú er bara aldrei komist Ég sko. bara er svo ótrúlega busy. Erfitt að fá þig Erfitt að fá mig. En Hér verið er ég velkomin komin. Já, nýtt lag komið út Já. Sem kom út í, hvað, bara á miðnætti eða? Já, bara í nótt Já. Hafið þið verið að vinna mikið saman? Nei. Upp á sig? Nei? Við höfum unnið saman í Kötlu. Já. Ok. Byrjuðum að vinna þannig Það saman. voru að leika sko. saman í leika saman sama í seríunni. Já. En ekki eitthvað svona í tónlist? Nei. Nei, en við vorum náttúrulega mikið, þú veist, við vorum í stúdíó nýra hverjaskötu með Rektor Steffsson og One One Boys Já. Þú varst að taka upp þar Já, ég var með þess að sko að gefa út undir formerkjum Lesfreyr Stafsson Sko, tíma. Já. Þannig að alla leiðir bara lágu að þessu lægi sem við gáum út í dag. Við vorum nú eitthvað að kokka hérna í næsta herbyggi ykkur serjur Já, það var eitthvað að skrifa þar Já. Það var allt í gangi þarna sko. Já, nákvæmlega Það var rosaleg stemming hann sko. En hvernig verður svona samstarf til? Mér finnst þetta nefnilega oft áhugavert eins og í tónlistumönnum okkar eitthvað svona veist, hefur annað eitthvað samband við hitt og bara, herru, ertu til að gera lag eða er eitthvað sem presentera lag, viltu syngja þetta, hvernig verður svona til? Það var bara þannig, þetta var, ég er búin að vera að vinna með Arnar Inga, Young Nazareth að tónlist og svo var ég komið hugmyndarlægi, eitthvað svona laglínu og eitthvað svona feeling og ég sýndi Arnari og ég verðir að langar svo að fá Guðrún til að syngja og svo, já, hringdi hérna, já, hringdu bara í hérna hún var akkurat að gigga og kom eftir giggið og tjekka á og svo leist bara svona vel á og úr var þetta samstarf
Er erfitt að taka eitthvað svona síntöl? Verða eitthvað svona, hæ, heyrðu, ég er að spá, lag Ég held sér erfiðar ef að sagt nei Hefði hún komið Já. og sagt bara veistu það er bara svo mikið að gera Svo getur ekki sungin En er það eitthvað persónlegt? Er það ekki meira bara, mér finnst bara lagið ekki henda mér og eitthvað svona En að væri, þú veist Ég veit alveg, þú myndir ekki gera Ég myndi, ég segi bara þú veist, ef mér líst ekki nógu vel á lagið þá segi ég bara það Já. ég segi bara, ég held að þetta hendi mér ekki Nei, getur nákvæmlega. ekki pröfa eitthvað annað Já, skilurðu? já. Af því að mér finnst líka leiðilt að vera kannski að draga einhvern asnæðurinn sem er eitthvað, ok, ég var að pröfa næstu viku og ég er eitthvað Þá allt er mest ekki í þig Ég held þetta sé verðitt sko, eins og hérna ég var að ræða þetta Frikki Dóri núna hérna í tónlistamennum og það er veist, oft örgulega beðan komið að syngja lög bara hvernig segir þú já og hvernig ekki það hlýtur að vera bara hvort þú tengir við lægi væntanlega eða Já. Líka bara, þú veist, hvort að lagið oft er lögin svona full tilbúin þau eru senda á mann Já. og kannski vill maður vera meiri partur á einhverju ferli í að búa til og vera með eigin hugmyndir og eitthvað svona og þá segir maður kannski nei bara, þú veist, þetta er betra bara solo project Já. sé mig ekki fyrir hana en ég er alveg ægilega leiðileg stundum, ég segi bara nei Nei, það er bara Vissi það sko, þess vegna var þetta stressandi En sko, lagi, ég ætla ekki að spila það alveg strax því það er gaman að vera með ykkur hérna í stúdíunum Viltu býða mín hindi lagi? Förum inn á, það er hér eftir smástund Það er komið inn á Spotify fyrir ykkur sem að, býði nú, hlustið kannski á það einni þættinu Svo getur hlustið aftur á það eftir Já. En Haraldur, Retro Steffson Já, Er hljómsveitin byrjuð aftur eða var þetta one time thing eða hvað er að gerast þar? já við erum mætt aftur Þeir eru bara mætt Já, aftur? já, það, ég segi það bara hér með Þeir geggjað. kom ekki fyrra Kom ekki fyrra Og svo bara svona var þetta líklega helviti gaman Já, þetta var svo ógæðslega skemmtilegt að við bara fengum öll bara svona smjörþefið næsu og bara, við ætlum að vera með aðra tónleika núna 30. des Valsheimilinu Já, og svo við ætlum að koma fram á Airwaves líka já Ekki? þannig að þú veist, svo veit maður ekki kannski Sem ég eitt lag kemur eitt lag, maður veit það ekki Já, og svo varstu að tala líka að þú ert í Moulin Rouge Já, Moulin Rouge, ég fór hann eftir Það er bara, það er grjótart Ert þú í leikursonu núna, getur hann? Nei En þú ert, fyrir að þú ert góð leikuna Myndið Já. langa að leika í Mér myndi alveg langa til að leika sko. Ég var náttúrulega í hérna Shakespeare ástfangin með Árni Móla fyrir einhverjum ár Alveg síðan rétt Já, og þá kynntist ég svolítið svona hvað leikhúsi er sko harður húsbóndi það er svolítið erfitt að vera að gigga svolítið og bindandi. sína, þetta er mjög bindandi sko. já þannig að maður þarf að vera svolítið tilbúin að segja nei við öllu öðru til þess að geta Svolítið fast, já, bara fast Já. á Já, Og líka bara Guttin, hann er nú ekki tónið það gammal þannig að- hann er 30 ára samt, Já, hann er 30. fólk er ennþá að segja eitthvað til hamingju, bara já með 30 ára afmæli Já, tíminn er svo fljótur að líða ég veit það, Ég þetta er bara- rosalegt sko. En já, einmitt, hvort finnst ykkur skemmtilega að leika ef þið þyrftu að velja, að leika í bara sjónvastáttum eða kvikmyndum eða á sviði Þú veist, hvort finnst ykkur svona að leika Já, eins og þjóðleikusuna eða eitthvað Já, af því að mér finnst þetta svolítið gaman að spyrja þessu af því að það er, ég fæ aldrei sömu, það er ekki alltaf sama svarið þannig Nei. það er alltaf minni biðið út í leikhúsi Þú veist, ef þú ert að leika í Já. kvikmyndum eða Já. sjónvarpsþáttum, þá er þetta Já. ekki biðið bara að hanga á Erfiðu tími, alltaf helgar Já. og all kvöld og allt Já, í rugli. true. Já. maður þarf að vera alltaf sko, tilbúin í gýrnum á okkurnu tíma skilur, þú veist ég veit ekki, mér finnst að fara líka eftir verkefninu þú veist, eins og í Moulin Rouge núna maður bara mætir og fólk er bara að taka geðveitt vel í þetta Já. maður smitast á hópnum með geðvíkur hópur það er bara, þú veist, það er fátt skemmtilegra Já. bara eins og þið er að gigga, þið finnið þetta svo, þú veist, svo er maður í bíó og þá getur maður búið til eitthvað svona moment sem bara kemur aldrei aftur Já. og bara, náðu En þessu er ekki eins og með Moulin Rouge Nú hérna sér maður þetta færi 5 stjörnur út um allt þannig að þetta mun vera í einhver tíma Já. Er ekkert erfitt að bara eins og fólk sem er í bubbasýningunni og öðru bara herru, það er sýning 200 Ertu ennþá bara herru, let's go kids við erum, veist hvað ég meina Já, Er ekki- ég var einmitt ég tók við af Aron í þeirri sýningu sko eftir 100 sýningar ég tók 150 þannig að ég þekki það ágætlega En er ekki, þá er ég ekki að gera lítið þú veist, af því að sýningin alltaf, en er ekki eitthvað svona aðeins erfiðar að bara svona peppa sig í sýningu 250 Jú, það er sko, það má ekki lítið út fyrir það Nei, en það getur verið það Já, það er- Af því að þetta eru svona góða leikarar Já, þú veist, maður þarf alltaf að vera, þú veist, einmitt hress og bara svona, en maður þarf einhvern veginn að finna líðununa sko með að taka sjálfan sig inn í þetta, þú veist, auðvitað ef maður er bara mismunandi, þú veist, en já, maður finnir bara leiðir, bara sumt virkar í dag, annað virkar á morgun, flotta, Svo að hefur var sumi leikar að verið bara allir fartir að leika sér svolítið ætlar en að sprengja hann núna Já. Það er þess að fólki það er svona litli leikir, Já, eitthvað svona Held ég það. Snáðun Guðrún, hvað er framöndunni af þér? Heyrðu,
ég veit ekki hvort maður megi segja svona, en ég er náttúrulega bara fann að skipulega jólin sko, Já, bara fullt af jólatólingum jú, framöndan. kottum með það Já. Þannig að við erum búin að selja upp sko 2 tónleika í Fríkirkjunni, ég og Magnús Jóhann. Vel Við gert erum búin að setja 3 tónleikana í sölu og þeir seljast bara vel. Og það er inn á Tix Tix.is Fríkirkjunni Ég byrja að 19. sjá og 20. bara, þú veist, ég byrja að sjá jólaauglýsingar í ágúst Já, sko, bara. mér líður alltaf svona smá illa þegar, þú veist, það er eitthvað svona Guður, nú þarft þú að ég er bara eitthvað í október eitthvað, hæ, Já, jólin Nú styttist ég veit, ég vil ég ekki heyra þetta. En málega lið virðist bara að vera stjórnlust í desember Heyrðu, Þú veist, það þetta bara er fer bara- á allt einhvern veginn, þú veist. Þetta er bara komið inn í júli bara næstu því, sko. Já. Baggalútur byrjaði með þetta í gríni, þú veist, að þeir eru svo miklu grínarar, sko, Já. og þeir byrjuði að fara svona snemma inn í að auglýsa og svo var allir bara, þetta er algjörsnild og byrjuði að gera þetta líka Já. og þá varst alltaf að vera fyrr og nú eru bara jóla tónleikar auglýstir í júli, sko. Já. Sem að er steikt en þarf þetta að gera. Já, Það er bara það. En Þetta er er bara ekki svona- fíla fólk ekki bara að hafa gulrót? Ég menna fyrir mig, maður verður alltaf að hafa Jú. hérna er ógisla dimmur mánuður, ég er alltaf að fara hérna í partí og jómfrúna En þú veist, er ekki verið að akkur er þá ekki verið að keira Jana þessu upp? Er enginn í því eða? það er Minni enda pening pæling eftir Já. jólin sko. Ha? Og kannski minni pening eftir jólin. Já, en þú getur, þú veist, gefið þá bara í jólagjöf Það var allir komin í ræktina bara að byrja nýtt ár og þú veist Af því að þú veist, En mér finnst takk alltaf þú eitthvað svona Nei, ég er að segja, mér finnst allir alltaf kvíða janúar Það er allir bara, janúar er bara alveg hræðilegur og eitthvað svona janúar Akkur ekki þá að peppa hann upp með alls konar ég kjafta sko, ég á ammali sko 8. janúar, Já, þannig að mér finnst janúar mjög skemmtilegur, sko. já, En ég en held alltaf partí. og mæta allir í það? og er erfitt fyrir, er þetta Af því að það er allir svo þungir, skilur Já. við, maður verður að gera Þú eitthvað. verður að gera það. Maður Veistu verður það eins og- eitthvað. Já. Ég líka eiga 30 samanlega núna næsta janúar, Já, sko. Big 30 man. Þannig að Hvað- ég er bara janúar og geggja. Er það ekki bara lekarður og allt í Ég held það sko, allt í rugli, sko. Tattoo og svona svo steindi. Tattúvél, steindi verður á tattúvélinni, þú veist ekkert hvað gerist. Ég er allir út í tattoo með þér ammálið mitt sko Það var hægt að fá sér Í tattoo alvöru? Já, ég er með Þetta er klósettrúlu og geggjuð. máv og hérna, Vá. sígarettur og ritskeks og ég, Einmitt. alltaf þetta fór úr skeis Já. bara, þetta eskilita strætt Það stengir allt í afmælega steinda. En það er hins vegar komið að spila nýja lægi. Komin á miðnætti komin á Spotify á miðnætti ætla ég að segja. Viltu býða mín? Sannur heiður að fá okkur inga í stúdíu. Takk hella fyrir komuna. Og sömuleiðis. já, þið verður að koma svo bara aftur. Því að það var mjög steikt að þið verður að koma einnig í fyrsta sinn. Já, og drífum ykkur að koma í annarsinn Já. En hér kemur nýtt lag. Viltu býða mín? Topp tónlistarstöðin. FM 957 Þeir að hlusta hér á FM 957 þökkum þeim Guðrúnu og Haraldi. Takk kærlega fyrir komuna. Og fínasta lag hér á ferð. Viltu býða mín? Og nú þurfum við að fara að henda okkur í leikustrengir Þetta gengur ekki sko Já. Málið er að, ég veit ekki hversu Það má segja oft, okkur að koma hérna á Múlan Rús. Ég veit það og hérna, maður er alltaf að mér langar alltaf í leikhús maður bara miklar þetta svo mikið, maður líður alltaf eins og maður þurfi fyrst að fara út að borða og ringi eitthvað vina fólk og mæti eitthvað og gera eitthvað, maður á bara að drulla sér í leikhús. Þú varst með þetta sem áramóta heiti Egil, ertu búin að fara eitthvað í leikhúsárinu? Hörðu, já, ég ætlaði bara að gera meira Já. fara meira og ég geti verið búin að vera duglegur í því verður ekki það þannig Ok. að hérna, svo Ívar Guðmunds konseptið sko, ef þú ferð einhverja tónleiku í Íslandi þá er hann alltaf mættur Já, hann gerir ógeðslega mikið eins og Enda Hann búin er að vera bara vinsalegt núna á útvarpsmaður tónleikum, Íslands í sko 30 ára eða eitthvað Því að hann er alltaf með puttan á púlsinn Já, Svo að þannig móti er líka bara svo gaman að vera heima á bumbunni sko, það er þægilegt sko Þannig að þetta er bara, maður þarf að rífast út En það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans Já. hér í FN95 blöð og hvað ertu með handa okkur Egil? Það er King of Verkfall Já, King of Verkfall og ég held að þessi hef ekki verið áður sko. Það er ótrúlegt sko. Já. Að finna nýja keppni sem ekki verið áður Já, það er bara ótrúlegt, það er bara þetta er allt verið alltaf eins og við veitum helviti oft hérna en Gott að kasta gögnin nýtt. allavega sína mér það ekki að þetta er fisketi Ok, ok, Þannig að- King of verkfall verkfall Hefur hún Og- náð áfanga í skóla því kennararnir skelltu sér í verkfall já Ég man þess Hvað að segir það ég? gerðist Hvað sagðirðu? Hefur hún náð áfanga í skóla bara út af því að kennararnir fór í verkfall og þú veist, Áfanga það bara slætaður hörðu, fórst bara í gegn hérna, hörðu, ekki svo vel Ég gleymi því ekki, þetta er hvað er í 8. 9. bekka eitthvað Ég fagnaði þessu bara eins og þegar United vann þrennun og þeir eru fór í verkvall Ég spilaði ADOD í marga vikur og bara having the best time sko Já, ég sko man ekki eftir að hafa náð einhverju prófi eða áfanga út af verkfallinu Nei Þú ert Það er bara- ungur, hann hefur Já, örugglega verið þú bara er ekki- Hann var ekki Jó, stigað ég man alveg eftir það voru samt alveg verkföll sko, þú veist, kennarverkföll oft Já, já. þegar ég í grunnskóla og Hann er að tala um stóra Ég meina, verk það að tala um var hann sko- það var
94 eða eitthvað, var þetta ekki þá? Ég sé að var hérna Það var í 10 ára 2000-ish, þá var hérna það var starffræði áfangi í MK sem ég væri ennþá að ná honum ef það ekki komið verkfall. Þetta er mesta heppni in the history of mankind. Það var ekki fræðilegur að fara að ná starffræði áfanga, kom verkfall, hörðu það náðu allir, það var heppni, en blöðu komin yfir. Hefur hringt inn veikan en verið svo bara heima og horfa á King of Queens. Já, allt og oft. Það er punktur á blöðu. Sko eini gallinn hann er að ég hef hringt með en veikan en ég hef aldrei verið heima á veikandeginum að horfa á King of Queens. Það er helviti gallinn í þessu. Sko ég er ekki að gera lítið úr sjóblöð. Það er bara, þá bara hef ég verið að horfa á bara eitthvað annað. Eða gaming. Já, gaming eða bara á Seinfeld eða eitthvað, ég veit ekki, South Park eða, ég datt aldrei svona þungur inn í þetta er kynslóðabilið. Já. Ég á samt marga svona serið, þú getur ekki King of Queens, Office, Parks and Recreation, 30 Rock, þetta er allt alltaf. Þetta var vörðblöð. Það fæ ég ekki stig af því að ég horfði ekki á þá seríu. Það ringdi sinn veikan. Helviti ertu harður í dagmaður. Verður maður að horta King of Queens? Ok, er í tvörun, er ég að vera King of Verkfall? Hefur ekkert verið í gírnum en fermingabróðurinn fór í verkfall? Því miður, já. Og hefur það gæst. Ég ætla ekkert eitthvað, að vera að þykast vera eitthvað voðalega töffarinn og ég ná hann alltaf, það hefur gæst. Því miður. Vissulega oft tengst áfengi. Já, ok. Við fáum stig þarna. Verkfallið er líka, Tony. Já, ég veit ekki hvort hann hafði verið verkfall, hann var alltaf eitthvað latur. Ég held að tengi nú allir kallmenn bara við þetta. Það er satt helviti þreytt hann ekki sömu stemming og þú sko. Það er 3-1 blöð en samt þetta er mikilvæg punktur á þeirri stónu út á lífi, 3-0 á þetta búið. Hefur hárið á einhvern tíma að fara í verkfall? Sko, nú ertu Ég held að það sé búið verkfalli síðan 2007, eitthvað djöfling. Hvernig laga, 2006? Ég ætla að fá að heimta stig líka hana. Því að ég út með þú sé hárið það er mjög langt bara vex og vex, það fyrir ekki í verkfall. Það fyrir í verkfall, það neitar að fara í klippingu. Nei, bara neitar að vaksa. Neitar að vaksa. Já, bara vex vaksa. ekki þitt verð, ég horfi á það, ég heyri það að vaksa. Já, en ég er að segja, þú veist, ég má ekki eiga við það. Þannig að ég held að það veri verkfall. Það er þú í verkfalli þá, ekki hárið þitt. Já, en sko, hárið þitt er, sko, ég valdi að sé hár vaxið á hratt á einu manni. Já, þá er þetta bara Svo skiptir engum máli hárgustöð með alltaf saman huggulegur sem eru gjössamlega óþægandi, sko. Hólið ekki, sko. Þú veist, ég myndi var ekki bara að sjá þetta með hestljótan. Það gerist ekki. Nei, fjallmyndalegur, sama hvernig hárið er en jú, vissulega hárið á mér er í verkfalli. Eitt er blöð fyrir hann að reykja þessa keppni. Einu sensin minn fyrir að hárið mitt hætti í verkfalli, þá þarf ég að fara til Tyrklands eða eitthvað álíka. Sem að getur gert. Við erum alltaf að fara með þig til Tyrklands. Já, kannski. Þú er ekki eini gæinn eftir í Íslandi. Reyndar að eini sköllótt eftir. Er þetta ekki bara þáttur þar sem að ég og Egill annar okkur er tökumaður og hinn er hljóðmaður og þú ert fyrir fram og við erum bara þrír. Getur ekki fengið eitthvað með okkur fyrir að vera tökumaður? Það er miklu skemmt að við förum bara þrír og erum bara að reyna að rusla. Þetta tekur miklu meiri tíma en þú heldur sko. Nei. Förum til Tyrklands, lögum fólki að fylgjast með. Já, svo eru þið bara að fá ykkur og ég hérna allir blóðuð með hettu. Það er margir heima sköllóttir sem er að hugsa, ég fætti Tyrkland, hvernig er þetta? Og ef þú gerir bara þátt, lögum fólki að sjá þá ertu búin að gera bara þátt í samstarfi við flugfélag og við fyllum vélina af mönnum sem er á leiðin í Nei, takk. Þannig að það er bara allir Ég nenni ekki að vera í einhverjum svona herflug. Já, það er bara basically bara sköllótt vél á leiðin út og við erum að heyra í fólki. Myndin af öllum, þegar þú tekur myndina bara sköllóttur hausar í villi. Það er rosalega. Já, það verður mjög fyndið. Herru, næsta spurning. Hefur þú starað á það marga limi á einum degi í vinnunni að þú ert að spá að kalla þetta gott og henda þér í verkfall? Nei, það hefur ekki gæst. Þetta er alveg döðarfæri við því þetta að leiðir þetta aðeins stöðuna. Egil, tölu núna bara svona. Nú er ég að klaga í blöðarinn fyrir fram að þig. Þetta er ekki hægt. Hörðu, ég fekk skilaboð frá okkur hressum gæja á The Gram, sagði ég var í sundi og það kom baðvörður og hann sagði strákar niður með buksurnar þrýfið okkur penisinn. Hann sagði ég sverða. Þannig að þeir eru að gera þetta. Baðvörður eru að benda á titlingu og segja fólki að þrýfa það. Ég er að segja, þetta er ekki búið til. Það er bara, það er rosalega. Þessi baðvörður bendi á miðsvæðið á dreng og sagði þrýði þetta, núna. Ég ætla að segja og þú varst baðvörður. Já, ég er greinlega verið aðeins öðru sér baðvörður. Varst mikið en hérna, ég ætla að segja þú varst bara ekki að vinna vinnur þú varst í turninu einu sem þú gerðir að hanga þar. En nú er ég ekki að stríða, ég ætla bara að vera hreinskilinn með þetta. Ég er ekki stoltur af þessu. Ég var aðalega bara að reyna að fela mig
Ég var bara Þú varst ekki að vinna vinnuna þína, þess vegna hefur ekki verið að þessu. Nei, málega er það, ef þú hefur ekki áhuga á því sem þú varst að vinna við þá er alltaf ertu aldrei góður í vinnunni Nei. og sama með nám og fleira skilur, og það var smá áhuga þess að gera Þú varst óöfinn að vera baðvör á þessum tíma þegar baðvör í dag eru bara Robert Westman launum sko. Þú ert baðvör í Reykjavík sko, þú ert grenni jand og hlátur. Já, en málega er að mig Sóttur á limmu og pantaði stykki og svo þú beinti í bæði. Ég var á allt í lagi launum minnum sko. Ég var að vinna þannig Þú gerðir ekkert samt? Nei, ég mætti 6 á móndana og ég var búinn 2 að daginn og ég sem sagt Hvernig varst þú að vakna fyrir kl. 6 á móndana? Þarna, mér leiði alltaf eins og ég var að fara til útlanda og var ég bara að fara í vinnuna Herru, og ég var basically bara því ég var á vakt, þá var ég bara með vinum mínum þetta bara vinahópurinn vann bara Kynntist konunni þinni? Já, svo kynnist ég konu minni en ég er að segja bara en vinahópurinn í grunninn bara mjög mikið af mínum bara bestu vinum voru að vinna þannig að við vorum í rauninni stöktur ímyndaðir að við 3 varum að vinna ykkur stær í íþróttahúsi það kemur ekki droslega mikið það er ekki mikið gagn á okkur Nei. þetta er bara vesen og allir ykkur staðar að þvælast Hvernig staðan í þessu? 4-1, ég ætla að gefa þér punkt þarna Nei Varst að spája að fara í verkvall í dag það svo nauða líkur 67 ára gammalli konu Nei, það var ekki að fara að gera Þannig að þú er alveg að fara í verkvallsmyndi eins og með klippingun svo með núna og hún En þú veist, ég held að kallmenn sé alveg velkomnir sko Já, Ég þarf ekki að líta út þessu kona það með að vara Nei, þetta er svolítið Þetta er kvennaverkvall en ég er að segja en ég held að þú myndir mæta, þú mátt alveg mæta og vera að styðja ég held að þú væri ekkert eitthvað reikin á bænum Nei, var ekki sant ekki bara gott að gefa þeim hvað áttu að vera þarna með eitthvað skildi ég er að segja nei, ég er að segja að ég held að þú meir alveg fara en ég er ekkert eins og 67 ef þú værið þarna með þeim niður í bæ núna með skildi steindi, það er reyndar áðan þá væri þetta svona eins og mýmið þarna þegar hann horfði í speilin make this about you það var ekki gott ef þú værið niður í bæ núna með skildi með þeim og það er bara hreinskildi enda erum við bara hér í þetta en það væri alltaf bara eins og kona ef hún væri bara með hárgæslu Er þetta búið? Það er ein eftir Hefur Gella sagt eitthvað við þig orðrétt Please ekki Það er að gerast Nú skellir ég mér í verkvall Hefur Gella sagt þetta Þá grættur að skella sér í Nei, þetta er bara orðuð mikið Skellir ég mér í verkvall Það er komið gott Ég lægir sér Hefur Gella sagt þetta við þig, Steinþór Steinþór, okkur var ég ekki svona Nei, 4-1 King of verkvall Það reyndar kemur ekki Valda er yfir þessa Það eru okkur nokkri sem er að hlusta sér ekki að mér sem er ekki hissa yfir þessu Skuldum auglýsingar og svo eru sturlaða staðrindir og Queen Raka Gísla að koma hengar Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þeirra fyrsta hér á FM 95 blöð á FM 957 og gestagangur heldur áfram en hinga er komin í fyrsta sinn sem er eiginlega ótrúlegt það er ein af okkar allra uppálds Raka Gísla, verður velkomin Sælir Hvernig vill það til að þú hafur aldrei komið í FM 95 blöð áður? Ég, sko Það er eiginlega bara ótrúlegt Já, það er alveg hárrétt hjá þér, sko en mér finnst ég hafa verið hérna alveg bara föstudag eftir Mér finnst það líka Ég fylgist með þessum þætti sem er náttúrulega alveg dillur Þannig að maður er svona partur af þessu En sko, það þarf alltaf að spyrja þig Raka þú ert, ég hef nú hitt þig reglulega gegn til, þú ert alltaf hræs Ertu ekki alltaf ekki, núna verður það einskil Ertu einhvern tíma Nema fúl? því ég er dætt í þungliti, þá er ég ekki hress Gerist það einhvern tíma? Verður þú Það er svona svolítið síðan, sko Já Og bara, ok, ég er nefnilega bara að sé þér hressa En þú ert ekki svona þegar kemur myrkur og svona, þú ert Nei. ekki skamdegis Ég dýrka skamdegi, mér finnst það mjög kósí og skemmtilegt Já. Bara ég, mér finnst það æðislegt Ertu eins og sveppi, líður best í myrkrinu Já, ein Hann vil bara myrkri Já, En, Þetta er geggjaður tími, sko já og bara núna strax er ég fann að hlakka til jólana, sko já, Hlakka til að, Halloween mér finnst það geggjað tími já Hlakka til þorrablóð skilur við mér allt þetta Þú átt nú bara, þú átt með þess að þorra lag Lög Lög, já Þið nýpum ekki út, sko, þorrablóðslag Ég er búin að gefa út 6 þorra lög þau einu sem að Íslandingar eiga Það er rosalega Það er, sko, málega það, þorrablótin Já. Þau eru búin að breytast rosalega hratt Þau voru náttúrulega alltaf einu svona mástu kalla minni, kvenna minni og ræður og svona dót Núna er þetta bara svo, þetta er orðið sko svo mikil stemning og bara rall
og unga fólkið byrja að mæta og þetta er búið að byrja að blandast mjög skemmtilega saman, þannig að þetta er orðiðilega bara svona öll þorrablót, það bara leið og miðar fara í sölu, þetta er bara uppselt, þetta er bara selst bara eins og rocktónikar. Já, maður þarf að fara að mæta þetta. Já, þetta er alveg fáralegt hvað þetta er orðið vinsælt. Já. En sko, þú ert að fara að henda þér í, er þetta fyrsta Halloween, sko, er þetta tónleikar eða er þetta ball, hvað eru að fara í eftir nákvæmlega viku? Sko, eftir viku er svona í Austurbæ tónleikar, þar sem ég er að koma fram með Hipsum Haps. Já. Og það eru sko tónleikar sem eru með svona gjörningin ball og það bara trillast allir, sko. Og það er rosa stemning fyrir þessu að mæta á ball sem eru reyndar, fara á ball í Austurbæ. Þetta er geggjaður staður. Það er ekkert algengt að geta að fara bara nýr í miðbæ Reykjavík á ball. Já, ég segi bara til hamingju með hennar stað. Já, vel gert hjá þeim. Það eru allir á leiðinni, sko. Já. Og þetta er á föstudaginn eftir viku. Já, og miðasalinn og tix.is. Þau eru basically að gefa með hann. Ég sá hann kostaði eitthvað 3 og... Þetta er náttúrulega bara... 3 og eitthvað, þú veist. Já, þetta er bara gott fólk, sko. Já, bara gjöfin ekki gjald. Það er gert. Það er mjög sangjöld þarna. En þetta er sko, ég fíla að sé vera að taka Halloweeni á næsta level, að vera að hvetja fólk til að mæta í búningum. Eða skildum mæta ekki í búning, eða bara mátt helst. Þú bara, ég meina, fólk á bara að gera það sem það vill. Bara því verður bara trillt og vill fara í búning, þá er það náttúrulega skemmtilegt fyrir alla hinna. Það er skemmtilegt að Halloween dætt inn á föstudegi. Já, og líka bara að sé, þú veist, allt sem er skemmtilegt, sama hvaðan það kemur, við eigum að taka það og við eigum að mastera það. Því að þú veist, ég vil fá bara, ég er helst til að vera að fá bara einhver svona daga bara eins og viku, sko. Já, í hverju ætlar að vera? Á Halloween, sko, í fyrra var ég Prumpublara. Það dóttir mín er sko, málega yngri dóttir mín sem er 5 ára henni langar að vera eitthvað sem er ógeðslega skeri, hann bara getið sett á mig blóð og ég vil vera vampíra og eitthvað svona dót, en það má það engin annar því að þá verður hún hrædd við alla, þannig að hún er alltaf, já, við erum alltaf með Halloween party, það mamma og pappi koma allir, en það má engin mæta skeri nema hún, þannig að það er allir bara prumpublöður og einhverja pulsur og trúðar. Veitu hvað ég ætla að vera? Hvað? Ég ætla að vera að nota tyggjó. Nota, það er þetta geggjart rosa mjög vel. Veitu hvað fær maður ekki komið mig. Nota tyggjó, er þetta mjög góður búningur? Nota tyggjó er ógeðslega góður búningur. Það er, ég hef reyndar alltaf verið mikill aðdáandi, sko, ég held alltaf búningapartí. Já, ég þarf að rifja það aftur upp. Bara vera með Halloween. Þú ert ekki hættur því, sko? Nei, það er bara búið í smá pásu og það þarf að fara að negla því aftur í gang, sko. Það var sko 33 ára, veist, og það var bara sko þema, fólk bara mætti í James Bond og eitthvað. Þetta var bara betur stærri en áramótin þegar það blöða með búningapartíin, sko. Það vildi allir mæti í þessi partí. En akkur er þetta ekki bara með Halloween partí? Það er basically það sama, sko. Við náttúrulega erum að fara í brúðkaup, maður. Já, en þú getur komið á þriðjudaginn upp í Mosó, það er partí, við ætlum að vera með Halloween partí. Nei, ég held ég leiði ykkur fjölskyldunum bara að taka það svona með hinskilin. Þú ert ekki allt kvöld í þessu brúðkaupi? Jú, það er nefnilega á Kanaríu. Já, smá flakk. Ég segi það. Það var aðeins erfiðar að koma sér tilbaka. Summaðu bara. En sko, við vorum að spá að henda þér í 2 liði, Raka, af því að þú er aldrei komið. Þá er tvennt, við ætlum að byrja á einu. Það er giftast, sofa hjá drepa. Ég er með 3 nöfn. Þetta eru 3 stórnöfn sem þú kannast við. Sko, ég hef nefnilega tvisa komið ykkur að þætti í áður og þau eru alltaf þannig að ég er með, sko, mér líður illa bara, sko, margar vikur. Nei, tónlistamenninn rock? Já, nei, ekki tónlistamenninn, það var fínt, sko. Mér líður illa. Svo var ég hérna falið myndavél, þú veist, og bara, veist ég, ætlar ekki að kaupa blöð, þú veist, já, varst í stjórnun, það var hræðilegt. Það er viðbjöður, þetta er satt aðeins stælara. Þetta er aðeins Ok, giftast, sofa hjá og drepa. Bubbi Mortens, Björgun Halldórsson og Helgi Björns. Ok, ekki drepa, segjum að setja út í sveit. Já, bara senda í sveitina. Þetta er náttúrulega, sko, rosalegi kostir. Svakaleg nöfn. Þetta eru kannonur, sko. Þetta eru stórnöfn. Já. Hverjum ætlar að giftast það? Sko, ok, ég myndi ekki vilja giftast Bubba. Nei? En sko, ef maður ætti að velja eitthvað af þessu, þá myndi ég kannski henda Bjögga út í sveit. Já. Bó fyrir út í sveit? Bó í sveitina. Ok. Já. Það er gott að því. Já. Ég myndi kannski svo ég get ekki þetta er svo ræðilegt. Ó, Guð. Birgir, þú ert ekki Nei, þetta er bara grín. Þá ef ég verða að svara þessu, þá myndi ég kannski að Bubba, sko, og giftast Helga. Giftast Hóli. Það geti verið alltaf skemmtilegt. Hann er skemmtilegur á gírnum. Já.
Ég veit, svona hann er- flippari. Já, hann er ekkert eðla skemmtilegur En er rosa Gaman að skemmtilegur. hitta hann alltaf. Já. Allt topp með maður En þá er það líka hraðaspurningar Raka áður en við sleppum þér Já. Og þetta er mjög létt, þetta er bara Þú þarft ekki eins og að reynsa augun Þetta er bara svo hlustendur kynnist þér aðeins betur Hver er uppáhaldsmaturinn? Döðlur með smjöri. Með smjöri. Döðlur með smjöri Þetta hefur ekki komið á því, ég lofaði því Nei, Ég þarf að smakka það bara Döðlur með ein- smjöri Já, rosa gott. En kaupir þú þá, ertu þá eldaðir eitthvað eða ertu Jafnvel. Já, Bara að setja bara á grilli eða eitthvað. já, svo Og bara smjör Besta bíómynd allar tíma Kannski, ég get ekki alveg sagt hvað er besta mist. Uppáhalds? Lebowski, hérna, The Dude. Já, Hérna, Big mér finnst það- Lebowski. Já, Big Lebowski. mér finnst það mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt Mjög gott svar Besta lag allar tíma Hvað kemur svona upp í hugan? Já, mér finnst bara eiginlega bara allt með FK Twix bara mjög gott á blötunni en að Capri Songs bara whatever Já. þar Hvað drekkur á djaminu? alltaf ekki Drapier Rose Rósavín Þetta er rósavín svo sagt. það er svona kampaðinn já, Já, það er næs Já Hver er þinn helstu kostur? minn kostur er hvað ég er þolinmóð dugleg þægileg umgengni og bara í góðan gýr. Já, við getum votnað þetta allt Já, þetta er staðfest Hver er þá þinn helstu ókostur? Það er hvað ég er ákveðin og alltaf í góðan gýr og bara Þetta er þolinmóð. bara kostir Þetta eru kostur Það og getur verið ókostur svo óþægilegt líka. Ég skilur Já. Hvað er besta lag sem Raka Gísla hefur sungið? Alltaf sé ekki hérna hvað um mig og þig. Mér finnst það skemmtilegt að syngja það. Já Og Drömbrinsinn, já, syns að Maggi Eiríks. Já, alveg katalógarna, það getur ekki létt að velja kannski Helviti mörg góð þarna Hver er besti tónlistamæður Íslands frá upphafi að þínum að því? Ég veit það ekki. Ég get Hvað kemur upp í hugan? Ég bara, það sem mér finnst vera rosalega góðu tónlistamæður í dag er til dæmis Gugusar. Mér finnst hún alveg algjörsnild. Já En hvort að hún hefur verið svo besta alla mína æfi, ég get ekki svarað því. Nei, en það er ekkert eitthvað svona sem að kemur upp og þú hugsa bara að þetta er okkar besta tónlistakona Já, bara mér finnst svo margir svona já, bara margir sko, ekki endilega bara í poppinu sko, kannski líka, þú veist, eins og Atli Heimir, hann var alveg geggjaður kompóser. Þetta er kannski meira bara svona þú ert heima, ert í góðum feeling þá setur á Guðgúsa, skilur þetta er svona Ég gerir það eins og platan sem hún kom Já, hún geggjur Þurfum að fá hana Já, þurfum að fá hann spilin Upp á sjónvarstættir upp á sjónvarstættir minna svona serjur mér til þess Mobland alveg geðið Já, djöfull er það gott maður. Já, Sko, minnst allir fyrir að sjá hana með Junior sko allir sem er að leika þetta Ég átti líka Við inni hefum báðir myndið Þetta er hennar mjög gott. Það þarf að skeina okkur, við bara förum í þetta Mobland það er mjög gott Æðislegt. Og síðast en ekki síst, hvað er mest á turn off fyrir Röggu Gísla? það er bara, þú veist fólk sem smjattar veist það ógeðslega óþægilegt þú veist svona, fólk sem að borðar astnalega Já, Þú nefnir því ekki. sleikja og putta, ég bara, smetta einhvern veginn Já, ég fer alveg í ondræði sko þú veist, mér langar ekki að vera Þannig að það er mest á turn offið og tala sko, Þannig að það er mest á turn offið það líkur við Já, og- bara það mjög gott er svar allavega kemst mjög langt tala með fulla munnin og og já þú veist, það er svona En fólk með tyggjó, er það þreytandi líka? sumur sem Já. að eru með sko hólur í tönnunum og það smellur í Já alveg bara Versta sem þú getur gert eða þú ert í viðtali eða einhvers stær í sjónvarpi það er að vera með tyggjó það er bara, það lítur út eins og þér finnst þú svo rosalega töff Já, sko, að það er viðbjöð Ef þú ert með tyggjó í einhverju spjalli og ert bara svona þetta er bara hræðilega Já, ekki, sko, ef þú gerðir það bara ekki óvart þá ertu svona, já, það er sko, en ekki nefnum sérst að leika einhvern svona dúsbak, sko ég- já, það er ógeðslega gott og bara virkar rosalega vel Já. í ákveðnum hlutverkum í bíó Já, þú veist, en
svona bara, er þetta svolítið skrítið dæmi, þú veist, þá er sért með tyggjó en það ætla ég að vera í tyggjó í notuðu. Já, þú Nota tyggjó Næsta föstudag Og við hvetjum alla til þess að tryggja sér miða á Halloween ball Röggu Gísla og Hipsum Haps Við værum fyrstu menn hérna á föstudaginu Við værum ekki að fara í brúðköpdrengir á Kanaríum En þetta er bara, þetta verður veisla. Þetta verður geggjað. Tryggja ykkur miða inn á tix.is Ragga sannur heiður að fá þig enga í stúdíóið og ótrúlegt að koma enga í fyrsta sinn og ég Halleluja. erum við ekki að tala að þetta lag verði tekið næsta föstudag Sisi, er það ekki heldur líklegt? Ég hugsa það sé mjög líklegt. Endum á því, takk fyrir komuna Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég, það verði ekki mikið stærri lögin Þetta var Sisi með grílunum og okkar bestu Röggu Gísla sem var að labba hérna út úr stúdíónu Geggju sko. Ég held sko, orðið legend er notað helviti oft yfir nokkra Íslendinga en þarna er, bara labbandi legend The Queen. Þetta er bara eins og stærsta frá upphafi Já, bara hún finnur bara, ég er hægt að finna bara svalar Íslending. Ég veit það ekki. Ekki margir Það er erfitt. Ég myndi tryggja mig miða á balli líka talandi Hipsum Haps, það er stórkostleg hljómsveit Já, ekkert eðlilega góð. Ég fórum þetta að sjá þá og með Bjartmari í Hlégarði í Mósbæ, ekkert fyrir það löngu. Það er helviti gaman að sjá svona þegar svona fólk er að svona bönd og einstaklingar að kóa svona, það er heldur gaman. Það er skipta þetta svona lögum og það er algjör stemning sko. Fannar mjög huggulegur og huggulegur drengur. Það var alltaf sem stefning tengist ekki drendar Ragga Gísla og Hipsum Haps og munið hann er mjög huggulegur hérna fyrir ykkur sem nennið ekki að hlusta á tónlistina þá getur allavega að horta á hann en annars drengir er bara komið að lokum hér hjá okkur í dag þetta var fljótt að líða við ljúum aldrei að hlusta þetta við heldum að þetta erðu þáttir svona eftir jóladagatalið en ég bara við erum það hrikalega gaman eins og alltaf að vera hérna fyrstum minnum á blökkasti sem verður á þriðjudaginn eins og alltaf og svo er þáttur næsta föstudag við erum ekki beinni því að við erum að eitt enn auðun með einu enni sem að áskrundu blökkarsins kannast nú kannski við þeir að fara að gifta svo á Kanaríum og þannig að við fljúum út á föstudaginn en við ætlum að taka upp þáttinn Já, strákarnir verða mættir í brúðköpi hjá einu enni, það er nokkuð ljóst við erum að fara út sem dateblöð Já, við förum bara tveir, konulausir Já, þær komast ekki Það er eiginlega bara svolítið hættulegt Nei, ef þú dettur í gírinn þá erum við í vesinni Já, ef þú dettur í gírinn erum við í vesinni Við þökkum annars fyrir góða helgi Það er ekkit spilavíti þar maður Nei, allir vona ekki Annars bara eigi góða helgi og sko það er nóg að vera helgina það er náttúrulega að við komum inn á það fyrir þættinu það er fótboltinn, United er á morgun Liverpool er á morgun, þetta er með þess að bæði sko United er 7:30 og Liverpool held ég 7:30 þannig að alvöru laugardagsleikir það er bestadeildin skýrist á morgun hverju falla Ég vona bara fólk sem er að hlusta bara spenni greipar og verði með okkur í liði beði fyrir okkur í kvöld þú veist að við þurfum jafntefli á Ísafirði og sigur upp á Skaga Þið þurfum smá kraftverk Við þurfum alveg, ég ætla samt að segja eitt þessi leikur upp á Ísafirði hann er nú með alveg stóru exi written all over him sko Þannig að þetta er aðalega að við erum að klára Skagaleikin Það er svolítið, ég veit ekki hvort þið getur verið sammála því Herðu, svo verði ég að minna líka á Banna að hlæja Þáttu 4 í kvöld og hann er stórkostlegur Var að horfa á hann í vikunni Virkilega góð þáttur sem er komin inn á Sín Plus Þannig að tekkið á Banna að hlæja Góða helgi og heyrumst á þriðjudaginn Annars á föstudaginn eftir vikun Takk fyrir okkur FM 957 Topp tónlistarstöðin